Komið þið sæl, ágætu fundargestir og frambjóðendur, verið velkomin á þennan framboðsfund. Eins og við vitum öll þá stutt í kosningarnar. Við göngum að kjörborðinu hér á laugardaginn í þessu fína veðri. Við erum með sýnishornaði hérna fyrir utan núna, held ég. Við ætlum að reyna að afmarka fundin hér við ákveðna hluti á þessum fundi. Það eru auðvitað hægt að fara víða öll þegar svona mikið er undir eins og sveitarstjórnarmálin. En við erum svona að reyna að afmarka þetta við kjaramálin bæði hjá starfsmönnum Reykjavíkurborgar og svo bara launafólki almennt í borginni og húsnæðismálin verða hérna til umræðu. Og þetta er svona það sem að brennur á fólki hér og frambjóðendur reyna að svara eftir fremsta megni. Við reynum eftir því sem hægt er að bjóða upp á spurningar úr sal. Við verðum svona svolítið að átta okkur á því hvernig fundurinn gengur með það. Frambjóðendur eru náttúrulega margir. Það er eiginlega bara þannig. Þeir eru 15 talsins hér, 16 alls á listanum á laugardaginn. Þannig að þeir eru flestir hér. Ég verð að biðja frambjóðendur að hafa ákveðnar reglur í huga. Við ætlum að vera með svolítið svip á ykkur. Þið fáið ekki brjálæðislega langan tíma í svörin. Þið þurfið að ydda ykkur vel, vera kjarnirt og það er til þess að sem flestir komi í stað og við komum þá sem mestum og bestum upplýsingum út í skila hérna út í salin. Það er alltaf að vera streyma fundurinn beint líka þannig að það er ykkur að horfa á okkur í gegnum netið og ég vonast bara til þess að þetta veri góður og málefnalegur fundur. Við ætlum að byrja á því að leyfa ykkur öllum að segja aðeins frá ykkar stefnumálum í málaflokkunum í 1 mínútu í senn. Húsnæðismálin verða til umræðu ein og sér síðar á fundinum, en við ætlum að byrja kannski á launa og svona beinum kjaramálum fyrst og þið fáið 1 mínútu og eins og ég segi, ef það tegist eitthvað mikið úr ykkur, þá eru bara lamið í borðið. Þannig að ég bið ykkur að virða þetta. Þetta gerum við að sjálfsögðu til þess að sem flestir frambjóðendur komi stað með sitt. Já, við ætlum að byrja á að kynna þá sem eru hér fyrir hönd sinna flokka. Það er Snorri Martinsson frá Höfuðborgarlistanum, Alexandra Brím frá Pírötum, Ólöf Magnúsdóttir frá Kvennaframboðinu, Sanna Magdalena Mörtudóttir frá Sósíalistaflokknum, Þórdís Lóa Þórhallsdóttir frá Viðreisn, Líf Magneuðdóttir frá Vinstri grænum, Vigdís Hauksdóttir frá Miðflokknum, Dagur B. Eggertsson frá Samfylkingu, Hildur Björnsdóttir frá Sjálfstæðisflokknum, Kolbrún Baldursdóttir frá Flokki fólksins, Ingvar Már Jónsson frá Framsóknarflokknum, Gunnar Kristinn Þórðarson frá Karlalistanum, Vésteinn Valgarðsson frá Alþýðufylkingunni, Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir frá Borginu okkar, Reykjavík og loks Jens G. Jensson frá Íslensku þjóðfylkingunni. Og við ætlum að byrja á að taka eina spurningu sem allir frambjóðendur ætla að fá að svara á innan við 1 mínútu. Við ætlum bara að byrja hérna með einn, Snorri, ef þú ríður á vaðið. Spurningin er svohljóðandi. Hvað getur Reykjavíkurborg gert til þess að bæta launakjör, auka jöfnuð og vinna gegn stéttskiptingu? Já, það er mikilvægt fyrir borgina að hafa sátt í samfélaginu og vera líka sátt í markaðinn. Það er mikilvægt fyrir borgina að átta sig á því að hún er hérna fyrir borgarna og borgarnir eru ekki alltaf að vinna Reykjavík, þeir eru líka að vinna á almennum vinnumarkaðnum. Þá skiptir máli að það sé sátt vinnumarkaðinn milli atvinnulífsins og borgarna. Borgin getur illa verið í fararbroddi þegar kemur að kjaramálunum, en hún getur að sjálfsögðu tekið ákveðið skref. Það er mikilvægt fyrir borgina að mínu viti og þá sem koma að kjarasamningum við borgina að ná samkomulag um hvernig við getum í rauninni útrýmt því sem ég veist er mjög bagalegt, sem það er borgin er alltaf að forðast að gera langtíma samninga við sína starfsmenn og geti haft þá í heils á starfi og fullu starfi en ekki þannig að þessi í rauninni bara í starfi í 9-10 mánuði á ári. Það veldur miklum vandræðum hérna í öllum þáttum borgar í borgarekstrinum. Alexandra, má bjóða þér að svara og kannski passa svolítið að tala í mikrofónu svo það heyrist. Þú getur tósa annað þér.
Píratar sem sagt leggja mikla áherslu á þetta samfélag fyrir okkur öll og það á ekki að vera stéttaskiptum á Íslandi. Við viljum reyna að það sé ekki svona stórt bil á milli hæstu launa og lægstu launa og sérstaklega skóverðin sem gerist við Hörpunum daginn og við erum ekki sátt við það og svona tilbúðir að við á hæstu launum og lækka sig og snúið svo við og hækka hæstu launum er bara út í hatt og við viljum beita okkur fyrir því að það sé lægstu laun séu betri og það sé samfélag fyrir alla. Við erum passoflega innviðinir þjóðangur öllum, þá erum við afverðinsamgöngur, við erum skilfulega borgarinnar fyrir alla íbúa. Þessi öllum allir hafi aðgang að heilnæmum lífstíl, vistvænum samgöngum og við þurfum ekki að reyka 2-3 bíla á heimili, það 0-1 ætti að vera nóg. Við viljum að borgin í sínum kjarasamningum taki mark á því að það er samanlega góða stefnur í menntamálum og heilbrigðismálum, við erum ekki með launin til þess að manna þessar stéttir, það gerist ekki neitt og það er kannski svona kjarninn og við erum kannski svona ef það er eitthvað sem ósamála restina með þá er það þetta, það þarf að hækka þessi lægstu laun til þess að manna almennilega leikskóla og grunnskóla og aðrar finnandi stéttir í borginni. Takk fyrir þetta, mínútan er búin. Ólöf? Komið sæl, ég ætla að leiðrétta, við heitum Kvennahreyfingin. Afsakið. Það er gríðarlega mikilvægt að við áttum okkur á því að fátækt í Reykjavík er kerfislægur vandi sem kemur til að við erum með skart verðmætamat í þessu samfélagi. Það er alveg sama hvar við stígum yfir fæti, við sjáum alls staðar að störf, menntun og framlag kvennastétta er verð metin en karlastétta. Það er óþolandi með öllu að það sé betur borgað að vinna í sorphirðu en á leikskóla og að grunnlaun verkfræðings séu hærri en grunnlaun ljósmóðs. Þetta á sér náttúrulega sögulegar skýringar, konur hafa alltaf unnið þessi störf ólaunað í gegnum tíðina og jafnvel þó við höfum viðurkennt það í seinni tíð að þetta séu alvöru störf, þá eru þau ekki endilega metin að verðleikum. Verðmætamati í samfélaginu lýsir líka kynþáttafordómum, menntun og framlag fólks af erlendum uppruna er minna metið en okkar sem fæddumst hérna. Og innan Reykjavíkurborgar hefur líka tíðkast að spara peninga með því að útvista verkefnum. Þannig ber borgin enga ábyrgð á launum og starfsaðstæðum ýmissa lægst launuðu stéttanna, til dæmis ræstingafólks, og við viljum að þessi útvistun sé endurskoðuð. Það sem við verðum að gera, það er að leiðrétta launaójafnvægið og launaóréttlætið sem er í borginni okkur núna. Takk fyrir. Takk fyrir þetta og Sanna, áður en þú tekur við, ég vil biðja ykkur öllum að toga hljóðnemann svolítið vel að ykkur þá heyrist betur í ykkur í útsendingunni þótt að þetta heyrist ágætlega hérna. Já, þannig að hérna, þá er þessu komið til skila og heyrist betur í ykkur í útsendingunni og þótt að heyrist ágætlega í ykkur hérna í salnum. Sanna, gjörðu svo vel. Og Ída? Svona, já, það er náttúrulega burt með þessa láglaunastefnu, það er bara óverjandi að Reykjavíkurborg sé að byggja upp mennta- og velferðarkerfið á bakinu á fólki sem er ekki með laun sem að duga fyrir framfærslu, sem er ekki með laun sem að duga fyrir húsnæði og mat út mánuðinn, sem að lifir í fátækt og mætir síðan bugað í vinnuna og er að sjá til dæmis börnin okkar og það er eitthvað sem við viljum ekki sjá í samfélaginu. Og náttúrulega burt með útvistun, að allt starfsfólk borgarinnar sé ráðið beint til að vinna hjá borginni en ekki hjá starfsmannaleigum eða undir verktökum eða búið við skert réttindi og við leggjum gríðarlega mikla áherslu að færa valdið til fólksins og á okkar lista er þetta innflytjendur, þetta er láglaunafólk, þetta eru leigjendur, þetta eru öryrkjar, þetta er fátækt fólk, þetta er annað fólk sem hefur upplifað valdaleysi sem að stígur fram úr skugganum og krefst þess að fá sæti við borði þar sem ákvarðanir eru teknar. Og Þórdís Lóa? Takk fyrir. Mér langar að segja ykkur það að Viðreisn er 2 ára í dag og já, takk fyrir það og það snertir svolítið hjarta okkar akkurat núna í þessum sal að því að á þessum 2 árum sem við höfum verið til að þá höfum við komið á jafnlaunavottun sem að við náðum að koma á okkar tíma í ríkisstjórn en í dag eigum við og stöndum fyrir þingsályktunartillögu þjóðarsátt leiðréttingu á kjörum kvennastétta og mér langar að staldra aðeins við þarna því að við erum öllum að tala það sama en nú verðum við svolítið að sýna það hvað við erum að meina og við í Viðreisn erum að meina það að við ætlum ekki að líða það að kvennakjör séu ekki leiðrétt.
Þetta þarf að leiðrétta, það þarf að gera það er alveg hægt. Við lítum á það sem grundvallarforsendu, við setjum þetta sem grunnstef í okkar kosningabaráttu hérna. Við höfum ítrekkað aftur og aftur rætt kjör leikskólakennara, kjör kennara í grunnskólum og í okkar stefnu, grundvallarstefnu segjum við það verður að leiðrétta kjör kvennastétta. Það er bara svo einfalt það sem það er og mér heyrist á panelum hérna og mér hefur heyrt áður að við erum langflest sammála um það, þannig að það gerum við. Grundvallarstefið hjá okkur eru almannahagsmunir og það leggjum við á borði núna í þessari kosningabaráttu. Takk fyrir. Líf, gjörðu vel. Takk fyrir. Já, það er algjörlega óboðlegt að sveitarfélögin reki láglaunastefnu og við horfumst í augu við það og við leysum það og eigum að gera það. Við sem erum í stjórnmálum, við eigum að láta okkur máli varða og við eigum að vera gerundur í því. Það er algjört forgangsatriði hjá Vinstri grænum að bæta kjör láglaunastétta í Reykjavíkurborg og gera það og ganga fram með góðu fordæmi og gera það til dæmis með starfskjarastefnu og frysta laun stjórnmálafólks og jafnvel æðstu stjórnenda þangað til að kjarasamningar hafa verið frágengnir og við höfum náð þessu verðum við að ná líka í samtalinu. Við þurfum að vera opin fyrir því og horfast í augu við það að mannekkluvandinn stafa meðal annars af því að við greiðum of lítið. En það er líka ýmislegt annars sem kemur til. Það er að leiðrétta laun stóra kvennastétta og það er að útrýma launamun kynjanna. Við höfum tekið fast á því í Reykjavík og við gerum það áfram meðal annars með starfsmati sem hefur skilað góðum árangri. En þetta eru viðfangsefni næsta kjörtímabils algjörlega og forgangsatriði í mínum huga. Vigdís? Já, ég þakka fyrir hennar fund. Skrítið að vera að tala að þetta séu forgangsatriði næsta kjörtímabils því þetta hefur átt að vera forgangsatriði langt aftur í tíman. Þegar tekið var upp hér stefna launajafnrétti að konur fengi sömu laun fyrir sömu vinnu og karlar, þá hefur ekki neitt gerst í þeim málflokki. Bilið hefur aðeins minnkað og þegar ég var formaður fjárlaganefndar, þá sagði ég þegar kjör ríkisstarfsmannum voru rædd, af hverju óskupunum ekki hægt að koma þessi í lag hjá ríkinu. Ríkið hefur allserjar útgreiðslu heimildir, jafnlaunastefna á að vera auðveld hjá sveitarfélögum og ríki. Þetta er ekki almenni markaðurinn sem getur yfirborgað og ekki neitt. Vitið hvað kemur alltaf á daginn? Jú, það eru karlarnir sem eru að fá sportslunar, þeir eru að fá unna yfirvinnutíma og svo framvegis. Nú er komið 2018. Ég skora á ykkur, allir þeir sem sita hér við þetta borð, að við skulum laga þetta núna eftir þessar kosningar. Þetta er einfalt og þetta er auðvelt. Og svo er það annað sem að ég fagna. Það er vor í verkalýðshreyfingunni. Nú er að koma þar inn ný kynslóð til þess að taka á þessum málum, því að mínu mati þá er það verkalýðshreyfingin sem brugðist í kjarabaráttu undanfarin áratuga með því að hafa kvennastéttir alltaf á lægstu laununum og ég hef barist fyrir þeim alltaf. Dagur, gjörðu vel. Já, borgin kemur auðvitað víða við að stuðla jöfnuð og jöfnum tækifærum gegnum kjör barnafólks, gegnum stuðning við eldri borgara, gegnum skólana ekki síst, gegnum velferðina og það er mjög áberandi munur á því hvernig Reykjavík gerir þessa hluti eða nágrannasveitarfélögin eða önnur sveitarfélög. Framlög til velferðarmála er 2-3 sinnum hærri í borginni. Við höfum unnið mjög þétt með þeim stéttarfélögum sem að halda þennan fund sem ég fagna. Við höfum farið í gegnum starfsmat með stóra hópa og erum búin að útrýma launamun sem núna hækkar hjá ríkinu og það er náttúrulega töfrabröðin sem að ríkið hefur fram að færa í þessu því að Reykjavíkurborg hefur verið leiðandi í þessu. Við höfum líka verið að bæta kjör í gegnum kjarasamninga og í gegnum sérstaka greiðslur en staðreyndin er enga síður svo og það þarf að horfast í augu við að eftir síðustu launahækkanir að þá tók ríkið tilbaka í gegnum skattabreitingar og niðurskurð á vaxtabótum, barnabótum og húsnæðisbótum stóran hluta af þessum kjarabótum og fundi sem ég átti með nýjum og fráfarandi formanni Eflingar á dögunum kom fram að kaupmáttaraukningin sem átti að vera meðaltali 6,5% hafði horfið niður í 1,5% hjá þeir sem höfðu lægst laun en hækkað upp í 9% hjá þeir sem höfðu hæst. Þannig að ég býð bara þessum félögum bandalagi aðdraganda næstu kjarasamninga til að tryggja að þetta gerist ekki aftur og að þessar skerðingar sem ríkið hefur staðið fyrir gangi tilbaka. Hildur, gjörðu vel.
Já, komið sæl. Við trúum því og við viljum skapa samfélag sem að... Heyrið mér. Við viljum skapa samfélag sem byggir jöfn tækifæri og trúum því að þannig náum við best fram réttlátu samfélagi. Við viljum að Reykjavíkurborg gangi fram með góðu fordæmi í launamálum og teljum að það þurfa að gera betur við láglaunastéttir. Ef við berum saman til dæmis meðallaun í Orkuveitu Reykjavíkur sem í eigu Reykjavíkurborgar, þá eru meðallaun þar vel yfir 900.000 krónur. Á sama tíma er Reykjavíkurborg að reka leikskóla þar sem meiri hluti starfsfólks er á lágmarkslaunum, fólki sem er að gæta barnan okkar. Við höfum sett það á stefnu okkar og setjum það í forgang að hækka þessi lægstu laun, gera betur við þetta fólk, sýna því virðingu. Þetta eru kvennastéttir og ég tel það vera ástæðu þess að launin eru með þessum hætti og við þurfum að leiðrétta það og við setjum þetta í forgang. Kolbrún. Já, komið sæl. Já, að spurt hvað Reykjavík getur gert og það er akkurat málið. Það er að horfast í augu við þennan vanda sem hefur farið síversnandi síðustu árin og bilið milli ríkar og fátækra að verða æ meira. Og það er bara gangi verkið og leiðrétta kjör lægst launuði. Og Flokkur fólksins var stofnaður í kringum fátækt til að taka utan þá sem minna mega sín, þá sem ná engan veginn endum saman á þessu sjúka húsnæðismarkaði og það er það sem Flokkur fólksins allar að berjast fyrir nái hann kjöri. Ég er sjálf fyrrverandi formaður stéttarfélags, ég satt við samningaborðið 8 ára skeið og ég veit hvernig þetta er og ég get sagt ykkur það að við í Flokki fólksins við munum berjast með ykkur með kjaft og klóm alla leið og ekki að linna látum fyrir að hlutin komast í eðlilegra horf og bara fullnægjandi horf. Ingvar. Já, komið sæl, ég heiti Ingvar Mar Jónsson, oddviti Framsóknarflokksins. Takk fyrir að bjóða mér hingað á þennan fund. Við í Framsóknarflokknum viljum alls ekki sjá neina stéttaskiptingu í okkar samfélagi og við viljum að sjálfsögðu hækka lægstu laun. Það er mjög mikilvægt vegna þess að það er að aukast bilið hér á milli þeirra sem hafa meira á milli handana og þeirra sem að valla geta látið enda ná saman. Það er ekki nóg að hækka bara laun. Sko, aðal vandamálið er núna húsnæðisekla. Og hún stafar fyrst og fremst að því að borgin hefur dregið lappirnar í lóðaúthlutun og að skipuleggja ný íbúðahverfi. Fyrir 5 árum síðan þá byrjuðu spákaupni, fjárfestingafélög, að kaupa upp húsnæði í stórum stíl. Af hverju? Vegna þess að þeir sáu í hendi sér að borgin var ekki að sinna skyldum sínum til þess að skapa jafnvægi á húsnæðismarkaði. Borgin hefur verið að þétta byggð. Það er ekki nóg. Við verðum líka að byggja upp ný íbúðahverfi eins og við gerðum hér fyrir áratugum síðan. Heilt Breiðholt, Grafavogur, Árbær. Það hefur ekkert svona verið gert áratugum saman í Reykjavík og Kópavogur og nágrannasveitarfélögin hafa tekið forystuna í þessum efnum. Þéttingarstefnan, hverju hefur hún skilað? 2 herbergja íbúð á Tryggvagötu til leigu, 450.000 krónur á mánuði. Þetta er gjaldþrota stefna hjá núverandi meirihluta í borgarstjórn og þessu ætlum við að breyta. Þetta er stærsta kjaramál fólksins í borginni. Já, við komum líka betur inn á húsnæðismálin svona markvissari hægt og eftir. Takk fyrir þetta. Gjörðu svo vel. Já, takk. Ég er nú taka undir með Ingvari að það skiptir máli varðandi skipulagsmálin, ekki bara til þess að gefa fólki kost á ódýru húsnæði, heldur líka það að auka skatttekjur með því að fjölga einfaldlega skattgreiðendum, svo við getum staðið undir öflugri velferð. En ég vil benda á það að sem að þessi jafnréttisflokkar sem hérna hefur talað þóra ekki að minnast á. Það er að segja að sérhver skref sem hefur verið tekið í átt að foreldrajafnrétti hér og erlendis hefur styrkt konur á vinnumarkaði, bæði hvað varar starfsvettvang og laun. Við viljum líka benda á það að heildarlaunin segir ekki alla söguna því að aðkoma bótakerfinu segir líka ákveðna hluti því að það er umtalsverður hluti af ráðstöfunartekjur barnafólks til dæmis. Umgengnisforeldrar, helmingur þeirra er á vanskilaskrá. Það þýðir það þegar að maður á meðallaunum skilur við konu sína, þá eru helmingslíkur að hann fari í tæknilegt gjaldþrot. Það má gera ráð fyrir því að innan við helmingur þeirra sé í eigin húsnæði og flestir séu hérna á leigumarkaði. Þannig að við viljum taka til þarna við styðjum konur í jafnréttisbaráttu þeirra bæði á vinnumarkaði sem á öðrum sviðum en við viljum að Reykjavíkurborg vilji stuðla því gennum Samband íslenskra sveitarfélaga að það sé aukið tillit tekið til félagslegra aðstæðna umgengnisforeldra þegar kemur innheimtumeðlaga sem og að þeir fái aðkoma að félagsþjónustu og velferð hjá Reykjavíkurborg sem foreldrar. Vésteinn, gjör svo vel. Heyrist í mér núna? Já, við erum með ýmsar hugmyndir það hvað er hægt að gera í þessum málum í Reykjavík.
Við viljum til dæmis að hlutfallið milli hæstu og lægstu launa á launaskrá hjá Reykjavíkurborg verði ekki meira en 2-falt. Þannig að ef borgarstjórinn vill hafa 1 milljón á mánuði í laun, þá þarf hinn aumasta skúringakona að hafa minnst 0,5 milljón á mánuði í laun. Ég er alveg viss um það að það myndi leggja mjög af mörkum til að auka launajöfnuð hjá borginni. Við viljum koma á vinnustaðalýðræði þannig að undirmenn geti sett yfirmenn sína af ef að þeir þurfa þess og þeir geti markað vinnustaðinum jafnréttisstefnu, umhverfisstefnu og fleira. Við viljum náttúrulega auka samnesluna í borginni. Það er stórt jöfnunartæki og mikilvægt og það má nefna til dæmis gjaldfrjálsa leikskóla, gjaldfrjálsan strætó og ókeypis skólamáltíðir. Það myndi ekki kosta neina ósköp. Og nú með því að hækka lægstu launin sem við viljum að sjálfsögðu, þá sjálfkrafa minnkar launamunurinn vegna þess að það minnkar á milli hæstu og lægstu, ekki satt. Sama hvort það er litið á kynin eða einhverjar aðrar breytur. Tíminn er að renna út, mátt klára setninguna. Takk, ég vil leggja mikla áherslu á það að þetta eru ekki einhver loforð sem að við getum gefið og ekki sem neitt hérna við borðið getum gefið vegna þess að þessum ávinningum verður ekki náð með neinu öðru en harðri baráttu og ég skal lofa ykkur því að það verður barátta og ég skal vera með í henni en það verður ekki hægt að vinna sigrana átakalaust. Takk, Sveinbjörg. Já, Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir heiti ég og er oddviti borgarinn okkar. Það eru 3 þættir sem snúa þessari spurningu sem hægt er að tengja við Reykjavíkurborg. Í fyrsta lagi að þá er það stefna borgarinn okkar að Reykjavíkurborg sýnir samfélagslega ábyrgð í því að hafa ekki lægst launaðasta fólki hjá sér í verktakasambandi, það er að segja að við sem ekki gera samninga við öryggismiðstöðina eða IS eða aðra þá sem aðeins koma starfsfólk í mötuneytum eða starfsfólk í skúringum. Þannig kemst borgin hjá því að taka á lægst launuðustu þáttunum. Í öðru lagi að þá lögðum við fram tillögu árið 2015 það að Reykjavíkurborg myndi sækjast eftir jafnlaunavottun. Það var áður heldur en að Viðreisn var til sem stjórnmálaafl. Það hefur ekki ennþá gengið eftir en nú eru að sjálfsögðu komin lög. Við vonumst eftir að þau auki jafnrétti á launamarkaði. En alveg svo Líf Magnadóttir kom inn á þá teljum við að starfsmatið, velunni starfsmat skiptir mjög miklu máli til þess að hækka laun þessi lægst launuðu. Og í þriðja lagi að þá er það langtíma starfssamband og það er einmitt, ég man ekki hver kom inn á hérna áðan, en það skiptir mjög miklu máli fyrir starfsöryggi og starfsþróun þeirra sem að vinna hjá Reykjavíkurborg til þess að hífa upp á hægstu laununum að þeir séu ekki á 9 mánaða eða 6 mánaða launasamningi heldur sem langtíma starfssamband að ræða á milli stærsta vinnuveitendanum í Reykjavík, Reykjavíkurborg og launþegans. Takk fyrir þetta. Og Jens. Góðan daginn, ég heiti Jens Jensson, ég er frá Íslensku þjóðfylkingunni. Við í Íslensku þjóðfylkingunni við lítum á samband aðila vinnumarkaðins sem samfélagssáttmála sem eru gamlir og hafa mótað okkar samfélag og eru ennþá mótandi okkar samfélagi. Þessi sáttmálar eru mjög áríðandi. Við lítum þannig á að það sé áríðandi og sé eiginlega frumskylda samfélagslegra vinnuveitenda eins og borgar og ríkisvalds að fylgja þessum sáttmálum og vera fyrirmynda vinnuveitendur gagnvart öðrum vinnuveitendum á frjálsum markaði. Það sem við séum upp á síkastið er það að ríki og borg eru farin að útvista meira og meira af sinni reglulegu starfsemi og þegar maður byrjar að spekulera í því ákverju það er og þá höfum við grunn það að þeir sé að forða sér frá lífeyrissjóðsskuldbindingum. Þetta teljum við vera algjörlega óásættanlegt að samfélagslegu vinnuveitandi eins og ríki og borg gerir slíka hluti. Nú í öðru lagi ef við talaðum vinnumarkaðin bara eins og hann er að öðru leyti þá erum við með okkar eigin reglur og okkar samfélagssáttmála sem gilda hér á Íslandi.
En við erum samtímis også meðlimir í stórum samtökum sem heita Evrópusambandið. Og í Evrópusambandinu eru mörg lönd og þar á meðal fullt af löndum sem gríðarlega mikil mannmerði og talsvert atvinnuleysi sem eru með allt annað launa og starfsumhverfi heldur en það sem við höfum hér. Þú er að fara að stytta málið til hans? Já, þessi lönd hafa núna sýnt okkur mikinn áhuga og það hefur flætt inn á okkar vinnumarkað fólk frá þessum löndum án þess að verkalýðshreyfingin hafi náð að fanga þetta upp og þetta er þegar byrjað að stemma út úr sér. Takk fyrir, komaðu seinna. Takk fyrir þetta. Svo sjálfsögðu megi þið biðja orðu og ef þið viljið svara einhverju sem einhver sessunuturinn hefur sagt að þá var það sjálfsögðu sjálfsagt mál og þið nippið í okkur ef þið eru með spurningar úr salnum. Hún hangir samt alltaf yfir valdhöfunum í borginni núna, meirihlutanum, að við erum að ræða undir þessari yfirskrift láglaunaborgin Reykjavík og það hefur ekkert ykkar neita því að Reykjavík sé láglaunaborg. Hvernig stendur á því? Ég ætla að spyrja ykkur sem að standið að meirihlutanum núna. Þið viljið líta til framtíðar og gera þetta. Af hverju erum við í þessari stöðu núna? Þið hafið fengið ágætis tíma til þess að búa þannig hnútana að við séum ekki að tala undir yfirskriftinni láglaunaborgin Reykjavík. Dagur, þú byrjar. Já, takk fyrir. Eins og ég sagði áðan og það er þetta að fara við töluna varandi það að þá ef við skoðum þetta tímabil, bara þetta kjörtímabil frá lokum 2013 til dagsins í dag að þá hafa þessi lægstu taxtar hækkað mest hlutfallslega en auðvitað ekki krónutalið og það sem gerir fólki sérstaklega erfitt fyrir er að á sama tíma að þá hafa verið gerðar breytingar á sköttum í landinu sem eru þannig að það hagnast þeim sem hafa meiri tekjur en ekki þeim sem hafa minni tekjur og vaxtabætur, barnabætur og aðra bætur hafa verið skornar niður þannig að fólk hefur ekki meira á milli handana sem þessar tölur bera með sér. Síðan bætist ofan í þetta að hér fyrir akkurat 20 ára var lagt niður kerfi sem var húsnæðiskerfi sem kom til móts við fólk með minna á milli handana sem var verkamannabústaðakerfið af ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks og það kostaði gríðarlega miklu á baráttu meðal annars borgarinnar og verkalýðshreyfingarinnar að fá eitthvað í staðinn og það tókst með yfirlýsingu 2015 svokölluð stoppframlög og við erum að vinna núna því að Breiðholtið er nefnt hérna þá voru byggðar á vegum verkalýðshreyfingarinnar og borgarinnar 1250 íbúðir. Við erum núna að byggja þrefalt meira heldur byggt var í Breiðholtsverkefninu en það er ekki allt í einu hverfi heldur allt og þá er ég að tala þær íbúðir sem við erum að byggja í samvinnu við félög sem eru ekki rekin og ekki að byggja í hagnaðarskyni. En hvað með bara borgina sem viðsemjenda, launatöflunar sem að borgin er að semja við sína viðsemjendur, svolítið að vísa yfir á ríkið? Já, ég er bara að segja það að það dugir ekki að við náum samningum við okkar viðsemjendur hækkanir ef að þær eru tekna tilbaka með hinni hendinu og það er hluti vandans núna. Við erum síðan í því sameiginlega verkefni, við stöndum frammi fyrir því að næsta vetur eru meira að minna allir samningar opnir og það þarf að ná einhverju samstöðu launastefnu í samfélaginu til framtíðar vegna þess að við náðum býsna góðri sátt fyrstu árin eftir hrunum að hækka lægstu launin meira en aðrir en ýmsir hópar töldu launatöfluna orðinins of þétta og þeirra félög töluðu því máli. Þannig að í stóru samningunum sem verið gerði kringum 2014 að þá í ákveðnum tilvikum að þá jókst bilið en ég held að þessi undirliggjandi vandi, ég get ekki undirstrikað þá náðu mikið, er að skattkerfið hefur verið að vinna á móti kjarabótum fyrir þennan hóp og niðurskurður á þessum bótakerfum. Líf, þú talar áðan að þið eigi að láta ykkur þetta mál varða. Algjörlega og mér langar aðeins að bregðast við því vegna þess að við höfum þetta farið og hækka laun leikskólakennara og grunnskólakennara á kjörtímabilinu. Það sem að þarf að gera núna, það er einfallega að hækka í krónutölu lágtekjuhópa í Reykjavíkurborg. Samningar eru lausir 2019 en í millitíðinni þá getum við unnið að starfskjarastefnu sem að kveður á hæstu og lægstu laun innan Reykjavíkurborgar og innan starfsmann Reykjavíkurborgar. Við afþökkum á kjörtímabilinu líka tenginga við kjararáð. Þannig að við tengdum okkur við, ekki eins og alþingismenn hafa tengt sig kjararáð úrskurðun laun þeirra, við tengdum okkur í hlutfalli við þeirra laun, við aftengdum okkur þegar kjararáð fór absolutt, algjörlega, óboðlega yfir öll mörk og við tengdum okkur launavísitölu. Þetta er eitt.
við höfum líka, og við eigum að láta það okkur varða, við lækkum laun fyrir stjórnarsetu í Faxaflóahöfnum, en hins vegar er líka algjörlega, ég meðal annars gagnrýndi þessa hækkanir í Hörpu og til æðstu stjórnenda, og við verðum að hafa eitthvað stöðuleika innan Reykjavíkurborgar í þessu, í kjaramálum og launamálum. En það er mikið annað sem kemur til, það er eins og stytting vinnuvikunar, það er starfsaðstæður fólks og aðbúnaður, og þetta þarf alltaf að skoða, og svo helst þetta auðvitað í hendur við húsnæðismálin sem við komum inn á eftir, en við eigum líka, að því að við skipum í stjórnir fyrirtækja í eigu borgarinnar, við eigum að fara fram á það að laun stjórnenda þar séu einhverju hlutfalli við laun annars starfsfólk innan þess sviðs, eins og til dæmis laun forstjóra Orkuveitunar. Píratar eru líka í meiri hlutunum. Af hverju hafið þið ekki gert meira á kjörtímabilinu? Til þess að hækka sjálf launin, þrátt fyrir að skattkerfið sé ykkur ansnúið eins og hérna er verið að lýsa. Það eru nokkrar ástæður fyrir því. Fyrst og fremst svo að við vorum með einn mann í meirihlutanum og það var típa meirihluta þar sem að einn maður gat ekki, var ekki nóg til þess að fella meirihlutan ef það þyrfti. Og við ákvaðum líka á sínum tíma, Halldór Auðar var eins og sé einn maður og þá var flokkurinn í Reykjavík minni og það var ákveðið að fókusera á kjarnamálefni Pírata sem eru bara lýðræðisefling, gegnsæi og efling á íbúaþátttöku í lýðræðinu, og við viljum meina að við höfum náð mjög góðum árangri í því eins og mér áður Reykjavík og hverfisráðunum, þjónustustefnu borgarinnar og lýðræðisstefnu borgarinnar sem nú er tilbúin til samþykktar. En það var bara, við höfðum ekki fjöldan eða bólmagni til þess að fara í mikið átak þar. Nú erum við orðið miklu fleiri og stærri og við erum tilbúin að stunda kjarapólitík og við lítum svo á að allir Reykvíkingar eru rétt á góðu lífi og allir Íslendingar reyndar. Við lítum svo á að við erum rétt á því lífi sem við ólumst upp við að trúa að við ættum von á þegar við erum fullorðin, og þetta að Reykjavíkurborg sé að skjóta sér undan ábyrgð á kjaramálum með því að útvista verkefnum, það er bara út í hött. Það Reykjavíkurborg sé ekki til fyrirmyndar er eitthvað sem við viljum bara gjörsamlega taka fyrir, og þá erum við líka að tala um bara með eins og eigendastefnum á samlögum sem við hefum þátt í, og þá er ég bara að tala um eins og Sorpu eða Strætó eða Hörpuna eða alls konar. Bara það sem við komum að rekstri, þá getum við sett kröfu um að það séu ekki svona mikill munur á efstu og lægstu launum. Og þetta er eitthvað sem við ætlum að gera, við höfum ekki kraftinn til að gera það fyrir tímabil og við bara, hvað segir maður, fyrir það leyti sem við getum gert það, þá biðst ég afsökunar á því að við höfum ekki gert betur og við meðum bara heyra það. Takk fyrir þetta. Vigdís, þú vildir fá að bregðast við þessu. Já, hún kemur bara grænt inn og ekki verið rautt, jú, þarna kom það. Já, sko, til að byrja með ætla ég að segja þetta, annarkvort er maður í meiri hluta eða ekki, og þegar maður er í meiri hluta ber maður ábyrgð, það er bara hreint og klárt. Það þýðir ekki fyrir þá sem eru, já, ég er bara að tala um það, þegar fólk er í meiri hluta í stjórnarsamstarfi eða meiri hluta samstarfi í sveitarstjórn, þá ber það ábyrgð. Þannig að það sé bara sagt hér. Ég ætla aðeins að fara hérna yfir, sem sagt, þessar blekkingar sem við verðum að halda hérna fram. Það er þannig að eins og allir vita að barnabætur, vaxtabætur og húsnæðisbætur eru tekjutengdar. Það þýðir ekki að segja að ríkið éti upp þau lágu laun sem borgin er að borga núna til kvennastétta aðalega og annarra láglauna stétta innan borgarinnar. Það er ekki hægt endalaust að benda á ríkið, þetta er á ábyrgð borgarinnar. Núverandi meirihluti hefur setið í 8 ár, haft 8 ár til þess að bæta kjör þessara hópa, en nú er komið fram 1,5 degi áður en kjörstaðir opna og segja við ætlum að gera þetta allt á næsta kjörtímabili. Því miður er þetta ekki trúverðum. Og svo herra borgarstjóri, er verið að tala hér um að ríkið taki allt tilbaka aftur í sköttum. Svo er ekki raunin því ríkið hefur faktist verið að lækka skatta, en staðreyndin hjá Reykjavíkurborg er svo að borgin er með útsvarið í botni og það eru borgarskattarnir. Þannig að talandi hver er að taka hæstu skattana, þá er það nákvæmlega Reykjavíkurborg. Takk fyrir þetta, Vigdís. Hún var búin að biðja orðið, er það ekki hún Sveinbjörg?
Vigdís fór hún kannski aðeins inn á þetta. Það er einmitt sko mjög sérstætt að heyra Pírata núna, hérna 1,5 degi fyrir kosningar, vera fyrir þessi einhvers konar ábyrgð á meirihluta samstarfinu. Og ég spyr hérna borgarstjóra, fyrst við erum nú hérna í panel, hvernig stendur á því að jafnlaunavottunartillaga sem var samþykkt og vísað til borgarstjóra 2015 var ekki samþykkt, og svo nú er skýlt sér á baku það að það séu komin lög sem að við höfum til ársloka 2018 að samþykja. Mér finnst þetta, fyrir þá sem fulltrúar sem sitja hér inni, vera algjört virðingarleysi við kvennastéttirnar, við afmælistillögum 100 ára afmæli kosningar þetta kvenna, að þessi tillaga skuli ekki orða veruleika áður en að lög urðu sett máli. Takk fyrir þetta. Við skulum taka aðeins upp þennan bolta. Þeir eru mörg sem að vilji komast í borgarstjórn en eru þið ekki meirihluta núna. Það er ótrúlega auðvelt að sitja hérna og segja við ætlum að hækka laun, við ætlum að hækka laun, við ætlum að gera betur, við ætlum að gera betur. Hversu mótuð og nákvæm stefna hjá okkur til þess? Eru þið tilbúin til þess að segja það að launa að hækka eitthvað tiltekið mikið, prósentu, tölur? Hversu vel útfært þetta hjá ykkur, svo við förum aðeins inn á ykkur sem að hafi ekki náð að tala í þessar annar umferð? Byrjum á þér, Sanna. Þið gerið út á það að vilja leiðrétta kjör þessara hópa. Það er í raun og veru hjartað í ykkar málflutningi. Já, og við lítum svo á að við þurfum útsvar og skatta frá hinum ríku, og með svona nýfrjálshyggju tímanum að þá sem sagt fjármagnstekjur í dag bera ekki útsvar, og fjármagnstekjur það sem að ríkt fólk hefur í miklu mæli nú í dag, að menn almenningur hefur launatekjur sem að bera útsvar. Þannig að þó að borgin get ekki sett í rauninni á reglur skattinnheimtu, að þá lítum við svo á að það þurfi samstillt átak í að berjast bara fyrir því að henni ríku greiði aftur skatta til borgarinnar, og það er eitthvað átak sem að við þurfum að berjast fyrir bara í borgarstjórn með verkalýðshreyfingunni inn á Alþingi jafnvel, og þá bara förum við þangað. Við viljum jafnara, þá fáum við meira fjármagn og þá getum við greitt náttúrulega þeim verðsettu meiri penning, og við lítum bara þannig á það. En svo eru þið kannski komin í meirihluta og þá þurfum þið líka að gæta þess að borgarsjóður standi rétt og vel. Hversu langt er hægt að ganga, heldur þið? Er hægt að ganga mjög langt í þessum hækkunum á þess að tekjutapi verður það mikið að allt verður í mínus? Ég meina við göngum nógu langt þangað til að kjör allra eru mannsæmandi. Það gengur ekki að búa í borg þar sem að fólk hefur bara ekki pening sem að dugar fyrir helstu nauðsynjum. Þannig að við hljótum að vilja alltaf ganga út frá því að tryggja mannsæmandi kjör allra sem að hér búa í borginni. Og hvað eru mannsæmandi kjör? Nú eru lágmarkslaunin að hækka í 300.000. Eru þið með einhverja krónutölu sem þið eru að miða við? Sko við höfum talað að það væri líklega skott að byrja lágmarkslaun í 400.000 krónum og skoða síðan eftir því hvort það slíkt dugi, en það kemur náttúrulega þessi húsnæðisvandi, hann spila líka inn í, því að ef að fólk er að greiða bara helmingi eða meira ráðstöfunartekjur sín í leigu, þá þarf náttúrulega að skoða það, þannig að þetta er samspil margra þátta. Nú kemur þessi umræða líka tölvert inn á þessa kvennastéttin eins og við höfum svolítið farið inn á. Ólöf, þú varst búin að biðja orðið. Já, mér langaði nú bara fyrst að byrja á því að segja takk við Sósíalistaflokki fyrir að taka fátækt inn á dagskrá, og mér langaði líka að fagna því hvað allir flokkar eru allt í einu bullandi feminískir síðan við komum inn á sjónarsviðið. Við fögnum því innilega, og okkur finnst þetta líka ákveðin svona staðfesting á því að hreinn femínistaflokkur er mikilvægur í umræðinni. Okkar tillögur miða því að við tengjum saman lægstu launin í borginni við þau hæstu. Að lægstu laun í borginni séu aldrei aldrei lægri en þriðjungur hæstu launa. Þannig að þegar yfirmenn í borginni fara að finna eins og að sér sig kreft að launin þeirra dugi ekki fyrir framfærslunni, þá hlýtur það að eiga við lægstu launin líka. En við erum ekki með neina fasta sérstaklega krónutölu í huga, það skiptir í rauninni engu máli hvaða krónutala kemur inn á reikningiðin. Það sem skiptir máli er hvað þú færð fyrir krónutna sem kom inn á reikningiðin. Þannig að við viljum horfa það í þannig samhengi. Þórdís Lóas, þú varst líka búin að biðja orðið. Já, takk fyrir. Mér langar að, þið spyrjið hversu útfærðar þessar tillögur okkar eru. Þegar það kemur að skólamálum, leikskólum og grunnskólakennurum, þá eru það ansi mikið útfærðar hjá okkur í Viðreisn. En við erum einnig líka með útfærðar tillögur í atvinnumálum, en við erum kannski ekki nákvæmlega að ræða það núna. Það sem við höfum sett á borðið, öll kjara umræða verður eðlilega að vera í ákveðnu samtali.
og við erum mjög klári það, en við höfum verið kannski svolítið mjög skýr þegar það kemur að gera skóla og leikskóla að eftirsóttu vinnustöðum, og þar höfum við sagt launin eru það lág með að við þá reynslu og þá menntun sem þessar kvennastéttir eru með, að við sjáum ekki annað en að þessi laun ættu að hækka allt að 100.000 krónum, og við skelltum þessu fram mjög snemma í þessari kosningabaráttu og erum ótrúlega ánægð í rauninni með hvernig þessi þróun í umræðinu hefur verið að þróast. En mér langar aðeins að færa, nú var ég í 20 ár einn af stjórnendum velferðarsviðs borgarinnar með margar kvennastéttir á minni ábyrgð, og ég hef líka verið í rekstri í Finnlandi og þar allt annars konar kjaraumhverfi, og mér langar svolítið að fá að bara hættum að horfa í baksýnisspegilinn, ég vil fá að horfa til framtíðar af því að ég var ekki partur af þessu meirihluta sem er núna. Og hvernig náum við að leiðrétta þessi launakjör? Jú, við gerum það, við verðum að fá samstíga samtal milli sveitafélaga, milli ríkis og milli atvinnulífs. Við verðum að gera þetta einhvers konar sátt, þar sem að ef ein gefur í þá tekur ekki hinn. Þetta verðum við að gera, því annars náum við aldrei að laga þetta almennilega. Þetta verður ekki gert með einu skrefi, þetta verður gert með sátt í mörgum skrefum, og ég verð líka að fá að fagna því að það er komið líf í kjarabaráttu, það er komið líf, það er líf í öllu, þakka þér fyrir, Lóan er líka komin farin aftur vegna kulda, en ég verð að fá að fagna því að mér finnst við vera á einhvers konar tímamótum þar sem við erum tilbúin til að opna gluggana og taka þetta svolítið áfram, og Viðreisn er mjög tilbúin í það. Við erum bara fín í samstarfi og við kunnum að reikna og erum bara góð í rekstri, þannig að við erum alveg klárið þennan slag. Takk. Kolbrún, þú varst búin að biðja orðið. Já, takk. Mér langar nú bara aðeins að flokkur fólksins er stofnur í kringum fátækt fólk og efnaminni fólk, en við erum líka að tala fjöldamanns sem er á bótum, skertum bótum og á hvergi samastað. Fólk sem á ekki mat á diskinn, og það eru stóra hópar bæði eldri borgar og öryrkjar sem eru þarna líka. Ég vil bara alls ekki við gleymum þessum hópi þegar við erum að tala launamálin. En þetta hangir allt saman, meðan að húsnæðismarkaðurinn er eins og hann er, þá er náttúrulega ekki nokkuð lifandi leið fyrir mannskju sem er kannski með 280.000 á mánuði að greiða 200.000 krónur í leigu. Þannig að við getum ekki aðskilið þetta. Ég vil bara benda á það að þetta hlýtur að þurfa alltaf að vera skoðað í samhengi, og mér finnst of mikið verið að tala að varpa frá sér ábyrgð. Þetta sé ríkisins, þetta sé annarra sveitafélaga, en borgin eru þetta á að vera leiðandi, á að vera fyrirmynd, og hvort þið vilji byrja að lækka sín eigin laun væri bara kannski góð hugmynd fyrir þá sem taka við, sem að vonandi verður með flokki fólksins innanborðs. Þannig að við þurfum þetta er risaverkefni framöndan, og sérstaklega húsnæðismálin, það er stærsta verkefni. Það er ekki fyrir að við erum búin að reyna að ná að koma honum í eitthvað eðlilegt horf sem fólk fer hugsanlega geta þá allavega átt þær krónur sínar í eitthvað annað sem þarf að taka mikið ofarheldur en við erum að tala núna. Við erum að tala 300.000 krónur lágmarkslaun, en við veitum það líka, það lifir enginn á þessu. Viljum við lifa á þessu og reyna kannski að borga leigu fyrir meir en helmingin? Prófum að setja okkur í þessi spor og opna smá gátt og eiga samtal. Vitið það, þetta þarf bara að takast mikið lengra, og ef ég skildi ekki fá orðið aftur, þá langar mig bara að minna á fundin á Hótel Natura á morgun, þar sem við flokkur fólksins með Ragnar Þór munum ræða húsnæðislausnir og fátækt. Bara vinsanlegast endilega mæta á þennan fund, þar munum við taka þetta mikið dýpra. Já, við förum einmitt líka í þá umræðu svolítið hérna á eftir seinni klukkutímanum okkar, en Ingvar, þú ert búin að biðja orðið. Já, takk að fyrir. Framsóknarflokkurinn setur manngildi ofar auðgildi. Það skiptir ekki öllu máli hver krónutalan er sem við fáum í launaumslagið. Það sem skiptir máli að það sem við fáum í launaumslagið sé aldrei lægra heldur en grunnframfærsla. Við verðum að geta átt þak yfir höfuðið, hvort sem við leigjum eða eigum. Við verðum að geta að fara í bónus og keypt í matinn. Við verðum að gera börnunum okkar kleift að sinna tómstundastarfi. Þetta eru grundvallar þarfir okkar til þess að við getum vaxið og dafnað í samfélaginu. Og þetta er það sem við viljum gera í Framsóknarflokknum. Það á ekki að líðast að laun fyrir 100% vinnu séu lægri en svo upphæð sem það kostar að lifa mannsæmandi lífi. Og hvað ert þú tilbúin til þess að hækka launin mikið?
eins mikið og þarf til þess að fólk geti lifað með reisn og það þarf að reikna það út hverju svona, það síbreytilegt og fer til mörgum þáttum meðal annars verðbólgu. En hvað núverandi meirihluti að fara að gera? Hann að fara að leggja borgarlínu og Miklubraut í stokk sem kostar meir en 100 milljarða. Þetta eru peningar borgarinnar að fara í og það ekki nóg með það, það verða bullandi vextir af öllum þessum framkvæmdum. Þá nú lítið svigrúm eftir til þess að borga mannsæmandi laun til borgarstarfsemanna. Ég vil benda á það. Takk fyrir. Snorri, þú ert næstur. Já, takk fyrir. Snorri frá höfuðborgarlistanum. Ég held að ekki heyrst í mér hérna fyrst í útsendingunni, en höfuðborgarlistin er með mjög skýra sín á kjaramálin. Það er að segja, það er mikilvægt að líta til þess að þeir sem eru með menntun, það er að segja, leikskólakennarar, kennarar og hjúkrunarfræðingar og aðrir sem eru með menntun í stofnunum og fyrirtækjum borgarinnar séu að fá borgað samkvæmt sinni menntun. Það er lykilatriði til þess að draga þetta fólk til okkar. En þegar kemur að lægstu laununum, að þá verða þannig að það þarf að tryggja það að þessi til launastigi. Og það er algjörlega óþolandi að sá sem er nýbyrjaður sé nánast á sama taxta og sá sem er að vinna með honum og búin að vinna í 6 ár. Það sé bara 70 króna munur á milli þessara taxta. Og jafnframt að þessi sem er á lægsta taxtanum, hann er kannski kallaður með engu fyrirvara og er á yfirvinnu á meðan að sá sem er að vinna með honum á föstu vaktinni er á lægri launum þá í rauninni heldur en þessi í tímundastarfinu. En þetta er svona jafnréttismál sem við brennum fyrir. Það þarf líka að auka starfsmenntun og allir að segja með það að þeir sem eru búin að vinna á leikskóla í 4-5 ár séu ekki með reynslu og það sé ekki að meta þá reynslu til fjár í kjarasamningi. Þarna viljum við fara inn í það að auka alla starfsmenntun og það er líka að auka laun í skólum og í leikskólum með því að fara í starfsnám sem er þá miklu leyti til unnið og þar sem fólk er að vinna í rauninni á starfstíman og líta þá til þessi rauninni og það er líka mjög mikilvægt að við á höfuðborgarlistanum erum líka á því að það megi ekki vera sama fólkið og sömu flokkarnir við völd í borginni og hjá ríkinu því að borgin þarf að vera í aðstöðu til þess að semja og vera hörð í samningum við ríkið og þannig að við séum ekki alltaf í því að vera að kasta ábyrgðinni fram og tilbaka milli ríkis og borgar þar sem það verður að vera samningsharka hjá borginni gagnvart ríkinu. Ríkið á ekki að komast upp með það að þeir sem eru í pólitíkinni hjá borginni séu alltaf með að horfa hýru auga á Alþingi sem sé næsta vinnustað. Takk fyrir þetta. Hildur, þú varst búin að byrja orðið líka. Ef það eru spurningur á sal, gefið okkur merki, við kannski opnum á 1-2 eftir smá stund. Hildur, gjörðu svo vel. Ég er ekki bara að byrja að svara einhverju. Já, það eru fleiri á undan. Jú, örglega, ég skal að ganga þetta á mál. Hildur, gjörðu svo vel. Já, ekki eingöngu talum við mjög mikilvægt að hækka lægstu launin, heldur tekið líka undir það sem hefur komið fram hér varðandi húsnæðismarkaðinn. Það er skortur á húsnæðismarkaðnum sem að keyrir upp fasteignaverð og nú er mjög erfitt að koma þaki yfir höfuð hvort sem ætlar að kaupa eða leigja. Þannig að við þurfum að leiðrétta þennan halla og við munum koma auðvitað meira en það hérna á eftir. Ég vildi líka nefna það að við búðum útsvarslækkanir, við viljum koma útsvarinu fyrir undir 14% á kjörtímabilinu og einhverjir vilja meina að það komi bara hæstu tekjuhópum til góða en það er auðvitað ekki rétt vegna þess að fólk á lágmarkslaunum borgar helmingi hærri fjárhæð í útsvar til sveitafélags heldur en í tekjuskatt til ríkisins. Þannig að útsvarið og prósentustig þess skiptir alla máli. Ég vil líka koma inn á eitt annað. Við höfum talað fyrir því að minnka báknið. Það er gífurleg yfirbygging hjá Reykjavíkurborg, það er stórt embættismannakerfi þar sem eru margir kóngar. Við teljum eins og ef við tölum leikskólana og skólana þá er þetta meginstefnu til kvennastéttir og mér finnst ótækt að þessar kvennastéttir þurfa að hafa yfir sér einhvers konar miðstýringar og eftirlitskerfi að þeim sé ekki bara treyst. Við teljum fyrir því að minnka þetta bákn, færa valdið og fjármagnið til fólksins á gólfinu og treysta fólkinu til að gera það sem það á að gera. Já, takk fyrir þetta, það þarf ykkur að hjálpa okkur með gluggan, ég kann ekki tón. Er ekki ykkur hérna frá húsinu sem getur bjargað okkur með það?
En Jens, þú ert næstur, gjör svo vel. Já, þakka fyrir. Ég sitna hérna og hlusta og heyri það að stjórnmálamenn eru farnir jafnvel að tala að hvort að ég hækka laun einhverja stétta 100.000 eða 50.000 eða eitthvað slikt, en alveg eins og bera þar við sem sagt framfærslu viðmið. En þá engin hérna sem ég hef heyrt ennþá sem að spyr sjálfan sig að því hvað eru framfærslu viðmið og á hverju eru framfærslu viðmiðin svona eins og þau í dag. Við sitjum hér inni með fólki sem eru fulltrúar í borgarstjórn Reykjavíkur sem hafa verið hér völd í 8 ár og þá hefur eitt aðal framfærslu viðmið Reykvíkinga hækkað 80 til upp undir 100%. Og það sem virðist vera fyrir alla sem að koma utan að og horfa á þetta að þá er ekki aðal vandamálið að séu lág laun. Aðal vandamálið er það er óstjórn í öllu grunnþarfakerfi íbúana sem gerir það að verkum að fólki þarf svo gríðarlega peningar hreinlega til þess að lifa af og þar vegur að sjálfsögðu húsnæðisliðurinn langmest. Hvað varðar sem sagt vinnuveitenda sem sagt ábyrgð og annað slíkt sem að Reykjavíkurborg hefur og kjarasamningar sem hugsanlega verða gerðir, þá hljóta þeirra að fara fram eins og allir aðri kjarasamningar hafa farið fram hingað til á milli þeirra aðila sem semja og ég get ekki séð að stjórnmálamenn eigi að lofa öðru en því að sýna einhvern vilja í því að hækka eða lækka laun fólks eftir þörfum en að stjórnmálamenn allir sér að fara að ganga beintin í kjarasamninga einstakra stétta, það hlýtur að vera einsdæmi á Íslandi. Takk fyrir þetta. Spurningu sal, Drífa, gjörðu svo vel. Ég ætla að koma hérna með hljóðunum mann ef ég kann ekki, reyndar ekkert betur á hann heldur gluggan. Ég baði orðið á hann. Já, við skulum kannski... Já, við erum með hérna nokkra sem eru eiga eftir að... Kannski að Drífa, við lefum honum bara að klára á meðan ég finn út úr þessu mikrofónu. Vésteinn. Já, takk fyrir. Ég vil ekki nefna einhverja fasta krónutölu, bæði vegna þess að hún er hverful til að það hafi í rauninni merkingu, en líka vegna þess að ég held að það gleður mig að heyra að kvennarhreyfingin taki undir okkar hugmyndum fast hlutfall hæstu og lægstu launa þótt að það sé að vísu útvötnuð mynd, þar sem við viljum ekki hafa meira en tvöfaldan mun. En ég vissum það að það hlutfall, það mun alveg gera sama gagn og nefna fasta krónutölu. Þeir hæstu munu alveg örugglega vilja hækka sig það mikið að hinir lægstu munu þá dragast upp líka. En lífskjörin eru samsett úr mörgu öðru en laununum og samneysla, aukin samneysla og félagsvæðing á því sem er núna rekið á markaðslegum forsendum, það er stór hluti af lausninni. Að losna við borgin sé að borga með rekstrinum fjárhæð sem að verður síðan greidd út sem gróði af rekstri einkafyrirtækis en hefði í rauninni aldrei þurft að fara út úr borgarkassanum. Það er sparnaður sem er alveg rakið dæmi að ná með félagsvæðingu og talandi um félagsvæðingu þá er talsvert stór, kannski að borgarstjóri geti nefnt töluna, hvað Reykjavíkurborg borgar í vexti af lánum, í fjármagnskostnað á hverju ári. Ég veit ekki hvað það eru margar krónur en ég skal éta hatti minn að það eru ekki dálítið margar og við getum skorið það niður með því að borgin stofni sína eigin félagslega reknu fjármálastofnun sem getur ekki bara veitt borginni sjálfri fjármálaþjónustu án vaxtakostnaðar heldur líka öllum öðrum í borginni, bæði stofnunum og fyrirtækjum og bara heiminunum. Það væri hægt það væri í rauninni bylting í fjármálamarkaðnum. Já. Dagur, ertu með tölun á hreinu úr því að þú var spurður beint, 15 sekúndur? Nei, ég er ekki með nákvæma krónutölu á hreinu en borgin er náttúrulega bæði Reykjavík þar að segja A-hlutin og fyrirtækin, þannig að það er eftir hvað þú ert að tala. Við erum hins vegar með mjög hagstæð vaxtakjör og skuldirnar eru samanstanda af þrennu. Það er 1/3 eru skuldir við lánastofnanir, 1/3 eru bókfærðar lífeyrisskuldbindingar sem við munum borga inn í framtíðinni og 1/3 eru leigusamningar sem eru færðir þannig að sýna þessa skuldbindingu, þannig að bara til að halda því til haga í umræðinni. Vildur þið bæta einhverju við þetta eða á ég að finna
vaxtakostnaðinn, varstu að hugsa A-hlutana eða Já, ég bara vildi beina þessi til þín að því þú varst spurður beint, svona svo þú fengir að svara ef einhver er með hreina tölu sem að getur nefnt. A-hlutin eru 3 milljarðar. A-hlutin eru 3 milljarðar, fyllist upp í myndina. Þetta eru samtals 7,2 milljarðar. Takk fyrir það, Alexandra. Þú vildi svara Líf. Nei, ég vildi svara Ingvar, já, fyrirgefðu. Borgarlínan er sett kjarabót fyrir alla, það er að þú þarf að pæla minna í að reka þitt eigið faratæki, þú hefur betra umhverfi og þú getur kannski farið eitthvað hluta ferðaðina gangandi eða hjólandi og hún er líka ódýrari heldur en aðrar aðferðir sem hafa komið inn á borðið til þess að reyna að stemma stigu við umferðaraukningu sem mun verða með fjölgun í borginni. Frítístrætó er miklu ódýrari en borgarlínan, prófum það fyrst. Bara frítístrætó virkar. Jú, það er rétt, jú, það virkar og það virkar út allan heim. Við skulum ekki eða miklum tíma í þetta, ég held að punktarnir ykkar beggja séu komnir fram. Hasselt í Belgíu og Tallinn í Íslandi og Hasselt í Belgíu. Takk fyrir þetta, ég veit að þetta fléttast allt saman og þetta er í sjálfu sér allt kjarabál en hérna Drífa Snædal, ég ætla að leyfa þér að spyrja. Kæra þakkir, þetta verður afar ánægilegt að ganga til samninga greinilega við nýja borgarstjórn á næsta ári en samningar eins og við vitum eru lausir í lok mars á næsta ári. Nú á 3 framboð talað að skilyrða lægstu laun við hæstu laun eða hæstu laun við lægstu laun og þetta er eitthvað sem ég hef oft velt fram í umræðin sem lausn sem mér hugnast en mér langar að heyra í hinum framboðunum sem hafið ekki svarað þessu hvort að þetta sé eitthvað sem þið myndu vilja gera í starfskjarastefnu Reykjavíkurborgar og þá hvað þið taljið eigi að vera eðlur munur á launum á milli hæstu og lægstu og síðan hafa sveitarfélögin og ekki bara Reykjavíkurborg heldur sveitarfélögin yfir höfuð þegar kemur að samningum haft tilhneigingu til þess að skýla sér á bakvið samninga á almennamarkaðnum sem eru gerðir yfirleitt á undan þegar losna nú áramót og ég bara velti fyrir mér eru þið tilbúin til að segja það að Reykjavíkurborg muni gera betur eða ekki skýla sér á bakvið þá samninga sem vera gerðir á almennamarkaðnum því að mörguleyti eru þeir annars eðlis þar sem að það er í rauninni meiri líkur á því ef þú vinnur fyrir hið opinbera að þú sett fastur á töxtum heldur en að þú semir sjálfur laun eins og er á almennamarkaðnum. Takk. Takk fyrir þetta. Hverjir vilja ríða á vaðið? Það er alveg hægt að, ég veit að þetta er krefjandi og mikla spurningar, tíminn er að hlaupa frá okkur, það er alveg hægt að vera stuttorður og gagnorður þetta. Þeir eru öll í eigum ekki bara að byrja á karlalistanum, þú talaði nú ekki annar fyrir náðan? Nei, eru allt í fína. Við viljum benda þá bara að við erum allir að vilja gerðir til þess að hækka laun og auka þjónustu. En möguleikar til þess hlýtur að helgast af skuldum annars vegar og tekjum hins vegar. Skuldsetning er ekki ábyrg leið til þess að hækka laun eða auka þjónustu því að þá erum við að skerða velferðarþjónustu og laun til framtíðar. Það er ekki fallega gert gagnvart komandi kynslóðum. En hvað með að tengja saman lægstu laun og hæstu laun og að láta ekki kjarasamning og almennu vinnumarkað endilega verið leiðarstef fyrir þá sem Já, það er sjálfsagt að skoða það ef það er svigrúm til þess. En þá er spurningin hvernig við ætlum að afla tekna. Ætlum við að forgangsraða eins og mikið er rætt en þá þurfum við að skerða þjónustu annar staðar. Og þá er einhver óánægður líka. En þá er spurningin hvernig við öflum við tekna, ætlum við að hækka skatta, það er ekki oft besta leiðin til þess að auka tekjur, opinbera tekjur því að það kælir hagkerfið og svo framvegis. Hinn leiðin er einfaldlega svo eins og ég benda áðan að fjölga íbúum með fjölbreytta lýðfræði þannig að aukar tekjur, skatttekjur aukast þannig. Það er ábyrgðar hluti að marka sér stefnu í þessum málum. Við erum allir að vilja gerðir til þess að hækka laun og auka velferðarþjónustu en hún verður að vera ábyrg svo stefna. Þetta er það sem ég vildi segja. Dagur, við tökum aðeins boltan yfir til þín. Nú er Samfylkingin jafnaðarmannaflokkur og gerir út á það. Er þetta ekki upplagt tækifæri til þess að auka jöfnuð, að tengja saman hæstu og lægstu laun og hugnast þér það og hvernig myndir vilja gera það? Mér finnst svolítið tala eins og Reykjavíkurborg ákveði kjör einhliða en ekki viðræðum við stéttarfélög af öllum gerðum. Það er nú punktur nummer 1. Norræna módeli gengur nefnilega út á þríhliða samstarf milli hins opinbera og vinnumarkaðarins og jafnaðarmenn hafa unnið mjög náið með verkalýðshreyfingunni. Það módel sem hefur gefist mjög vel í Skandinavíu gengur út á það að nota skattkerfið til að jafna
nota skattkerfi til að jafna en ekki binda einhver hlutföll í kjarasamningum. Hingað til veit ég ekki til þess að neitt stéttarfélag á Íslandi hafi beinlínis haft það inn í sinni kröfugerð að semjum kjör annarra á þann hátt. Það getur verið að það breytist næsta vetur og þá tökum við þá umræðu. En ég horfi til Norðurlanda þegar ég að leita fyrirmyndum í þessu, þar sem að hefur náðst áhugavert samspil milli öflugs atvinnulífs, réttláts vinnumarkaðar og jöfnuðar í kjörum. Hann er ekki algjör, en hann er þannig að menntun til dæmis metin og svo framvegis, en stóra jöfnunartækið er skattkerfið og það er þess vegna sem það er ekki rangt að taka vaxtabætur, barnabætur og þetta heildarsamhengin í myndina. Það er kjarni málsins. Ef maður vill norræna velferð þá verður maður að standa vörð þessa hluti þannig að ríkisvaldið seilist ekki þessa krónur leið og búið að semja þær. Þess vegna þurfa allir að koma að þessu. Það þarf að mynda breiðar sátt hvernig við ætlum að fara í þetta en það þarf bara að ræða þessa hugmynd eins og aðrar. Hún hefur ekki haft útbreiddan stuðning meðal íslenska verkalýðshreyfingar minnst hvort ekki síðustu ára og áratugi, svo ég viti til. Nú ert þú ekki í stöðu til þess að breyta þessu skattkerfi í borgin, sjálfsögur tekur ekki þátt í því. Er þá ekki svolítið ódýrt fyrir þig að skýla þér bak við það að skattkerfið sé það jöfnunartæki sem við norræna módelin miði við? Veistu að ég er ekki að leita skjóli fyrir mig, ég að leita skjóli fyrir þá sem þurfa tímabundið eða til lengri tíma að fá aðstoð í gegnum aðstoð hins opinbera, í gegnum menntakerfi, í gegnum heilbrigðiskerfi og þar kemur skattkerfið að sjálfsögðu inn. Meira að minna allar meiriháttar umbætur síðustu 100 árin á Íslandi, nánar tiltekið 102 síðan Alþýðusambandið var stofnað, hafa komið fyrir tilstuðlan baráttu verkalýðshreyfingarinnar og jafnaðarmanna mjög oft og okkur myndi aldrei detta í hug að hugsa eða tala þannig að skattkerfið eða bótakerfið eða lykilþættir sem hafa áhrif á kjör fólks kom okkur ekki við. Síst af öllu í aðdraganda vetrar þar sem að meina allir kjarasamningar eru lausir og það þarf að ná einhverju heildarsamkomulagi það hvernig hægt að komast af og eiga fyrir nauðsynjum, húsnæði, mat og öðru slíku í gegnum kaup og kjör. Þar skiptir bara skattkerfið, velferðarkerfið og þessi hlutir máli og ég meina þetta er bara kjarnin í jafnaðarhugsuninni og þetta er kjarnaatriði í velgengni norrænu velferðarsamfélagana að við leyfum okkur ekki að skipta þessu svona í sveitafélög sem eiga að hugsa þetta kemur okkur öllum við og ég lít bara á mig sem bandamenn verkalýðshreyfingarinnar í að ræða þetta og berjast fyrir svo beita afli Reykjavíkurborgar í þeirri baráttu. Takk. Við erum nokkur rundar. Við ætlum að taka hérna örstutt svör. Við ætlum að fara svo yfir í húsnæðismálin eftir smástund, þannig að þeir sem vilja komast að núna bara örstutt vinsalegast. Vigdís. Já, aftur, þetta er rosalega ódýrt hjá borgarstjóra að tala með þessum hætti vegna þess að fyrst er útsvarið tekið af launatekjum og síðan tekjuskattanir. Þannig ég minna aftur á það er ekki hægt að skýla sér á bak við ríkið í þessu máli. Alls ekki. Það sem að mig furðar mest, því að það var að tala hér að það ætti að eiga sér stað samtal á næsta kjörtímabili. Samtal verkalýðshreyfingarinnar hefur átt sér stað í yfir 100 ár við launþega, hvort sem það sé ríki, borg eða almenni markaðurinn. Það er ekkert verið að berjast fyrir lægstu launum. Það er verið að semja einhverja sjóði sem að verkalýðshreyfingi getur deilt út, það er verið að semja einhverjar bætur, það er verið að semja einhverja peninga til að fara hugsanlegu uppbyggingu á einhverju húsnæði. Það er aldrei verið að tala lægstu launin, að hækka lægstu launin. Jafnaðarmannastefnan gengur út á það að taka peninga frá öllum til sín, inn í borgarsjóð, inn í ríkið og deila því svo út. Gera einhvern veginn alla háða ríkið að borg og gera hálfpartin alla að nokkur skona bótaþegum. Þannig að þetta sé með þessum hætti jöfnunartækið. Hér talar borgarstjóri
sem talsmaður SALEK-samkomulagsins og hér talar fólk með þeim hætti að þetta eigi ekki að haldast í hendur. Almenni vinnumarkaðurinn eigi ekki sem sagt, hið opinbera eigi ekki að velta almenna vinnumarkaðin og sitt á hvað. Eitt sem að verður að tala um hér í þessu máli og það er SALEK. Það er hreint með ólíkindum að launþegahreyfingin í heilu lagi og gagnrýni ég hér með verkalýðsforystuna alla skuli hafa samþykkt það að 15,5% skuli í framtíðinni renna inn í lífeyrissjóði landsmanna sem reka sig eins og þeir gera. Það er glæpur. Ráðstöfunartekjurnar skerðast 15,5% hver mánaðamót líka hjá hinu lægstlaunustu. Kolbrún Gjörsveit, kveikja á mikrofóni. Nú er ég búin að fikta svo í sig. Sko, við erum að tala um hvað borgin getur og getur ekki. Getur borgin raunverulega ekki tekið utanum þann hóp sem bara er enga veginn að ná endum saman og getur ekki lifað mannsamandi lífi vegna láglaunakjara. Erum við raunin að segja að Reykjavík sé svo fátæk borg að það sé ekki hægt að taka utanum þann hóp sem að er sko að súpa dauðan úr skel og að flytja með börnin sín frá einum stað í annan þannig að þau eru að ganga í 4 og 5 grunnskóla. Erum við að tala um þennan raunveruleika? Hvað er borgin að gera við peningana? Viltu reyna að fletta inn í þetta út frá þessu sem að Drífa var að nefna? Svo við höldum okkur við spurningarnar að svör við þeim spurningum. Við viljum að fólki verði sett í fyrsta sæti. Alla grunnþarfir fólks þarf að taka núna í fyrsta sæti og gera það fyrir alvöru. Annað verður að bíða. Fólk þarf að fá að vera einhvers staðar í frið og ró. Það þarf að fá mannsæmandi laun. Það þarf að geta keypt í matinn og ef borgin hefur ekki efni á þessu þá hvert erum við komin í þessu samfélagi? Við erum að minna á að þið eru að svara þessari spurningunum Drífu. Er þið tilbúin að tengja saman hæstu og lægstu laun? Sanna. Mikrofón. Þetta hljómar bara mjög góð hugmynd, mjög sósíalíst og einmitt að tengja saman hæstu og lægstu launin og bara mjög góð leið til að halda utan launamál og bara einmitt passa að enginn sé að hækka óhóflega í launum og svo varðandi einmitt launa hugmyndir svona hjá Reykjavíkurborg, hún er náttúrulega aldrei að skýla sér á bakvið hvernig aðrir eru að gera hlutina eða þau eru ekki að gera hlutina almennilega. Reykjavíkurborg er náttúrulega vera bara leiðandi í hagsmunabaráttu almennings og já, takk. Alexander, þú ert næst. Já, bara í fyrsta lagi þá hefur mín reynsla að stéttarfélögin er ekkert mjög heit fyrir því að stjórnmálamenn séu að koma með lausnirnar fyrir þau að fyrrabræði. Ég myndi miklu frekar vilja heyra hvað þau hafa fram að færa þegar kemur að kjarasamningum og ég er allavega opinn fyrir því að heyra allavega þessa möguleika og ef að þeir vilja tengja launin svona saman þannig þá er ég allavega opinn fyrir því og þó ég telli þetta að vera kannski mjög flókið sem heilstætt kerfi þá allavega eru við opinn fyrir því að laun hæstu stjórnenda væru tengdu lægstu launin inn í hverju batterí fyrir sig. Ég ætla líka að taka fram að almennt fögnum við bara því að nú er eins og stéttarfélög og bara við VR og Eflingu hafi vaknað af áratuga blundi. Það er þeirra hlutverk að berjast fyrir kjörum félagsmanna sinna og þau hafa ekki verið að gera það almennilega fyrir bara nú alveg upp á síðkastið og það er mjög óheilbrigt ef að stjórnmálamenn er í þeirri stöðu að þeir eru að undirbjóða hvern annan í kosningabaráttu, hver ætlar að gefa flestu krónurnar. Þá leiðir líkur populismi og alls konar vesen og ég vil miklu frekar bara segja, ég vil bæta kjörin en ég vil hlusta á hvernig þið viljið gera það. Þórdís Lóa, þú ert næst. Bara örstutt. Ég held ég sé. Þú eru í það? Já, afsæk. Nei, nú er þetta komið. Mér langar reynda að bregðast við ansi mörgum en ég ætla að fá að kannski aðeins að gefa þessa mynd. Sko, ég hef starfað í svona umhverfi, þessu norræna umhverfi, þar sem að það koma allir að borðinu, það sem er ákveðin sátt, þetta er hægt. Við þurfum ekki að vera að kasta reyksprengjum í hvort annað og populismi eða krónur eða prósentur, gleymum ekki hvers vegna við viljum gera þetta. Við viljum jöfnuð, við viljum almannahagsmuni og við viljum að fólk geti lifað á laununum sínum. Og það er hvers vegna. Hvernig við förum þangað, við verðum að gera þetta saman. Og það gerum við ekki með því að við stöndum og þrætum hérna hvert ofan í annað. Takk fyrir. Hildur, þú ert næst. Já, takk. Ég ætla að fá að bregðast við spurningunni. Við hefum nú í sjálfu sér ekki markað okkur einhverja tiltekna stefnu svona hlutföll eða tengsl þarna á milli. En við þykir óeðlilegt hins vegar að sjá hvernig hið opinbera, hvort sem það er ríki eða sveitarfélög, verið að leiða launaþróun hér í landinu. Við sjáum það að Reykjavíkurborg er í einhverjum tilfellum að greiða það sem við getum kallað einhvers konar ofurlaun á sama tíma og fólk til dæmis í leikskólum tekur lágmarkslaun.
Mér finnst eðlilegt að við jöfnum hér eitthvað leikinn og hér getum við komið inn í það, við ætlum að minnka báknið, við ætlum að færa valdið og fjármagnið til fólksins á gólfinu og hækka lægstu laun. Ólöf, örstuð. Já, mér langar bara að velta fram þessari spurningu, af hverju þarf eitt að útiloka annað, af hverju getum við ekki bæði skilgreint launamennin og unnið að jöfnu í gegnum skattkerfið. Ég skil ekki af hverju eitt þarf að útiloka annað. Jens, örstuð. Já, mér langar til að reyna að svara konu sem var að tala um einn frjálsa vinnumarkað og einn opinbera vinnumarkað. Það sem að ég tel og við teljum að hafi breyst á einn opinbera vinnumarkað er það að þeir hafa nýtt sér það sem að hagnast þeim fyrir efri stéttirnar, til dæmis forstjóra og framkvæmdastjóra opinbera stofnana, til þess að mæla sig við hinn frjálsa vinnumarkað á sama tíma sem að lægri stéttirnar sem að starfa hjá hinn opinbera hafi verið útvistaðar jafnvel til nánast til þrælahalds. Þegar við komum að samanburðar tölum í sambandi við laun, þá er þess kannski geta að við eigum atvinnuveg sem heitir sjávarútvegur og þar hefur verið samanburður á launum alla tíð frá því að elstu menn muna, og þar hefur skipstjóri og hæst launaði maður borið í íslensku fiskiskipum aldrei haft meiri laun heldur en tvöfalt á við þann sem hefur lægst launin. Takk. Við höfum að segja þetta gott af þessu umræðefni. Sveinbjörg, þú varst víst búin að biðja hún var bara að hafa þetta mjög. Já, ég svo langt í burtu, þetta er bara örstutt því ég ætla einmitt bara að svara og ekki koma með framboðsræðu. Ég tel að algjörlega í samræmi við stefnu framboðsins okkar að gera stjórnkerfisbreytingar í borginni, að þá getum við farið í það að tengja laun neðstu manna við það sem kemur efst, og það er fullkomlega réttlætt í því samfélagi sem við búum í dag, það sem óréttlæti og launamismunur er að aukast. Ég vil bara koma þessu á framfæri. Annað, ég þarf að fara klukkan 6:30, þannig ef við kemst ekki aftur á þá ætla ég að þakka ykkur fyrir samverun henni í dag. Þá er það seinni hluti fundarins sem verður örlítið styttri en fyrir hlutin, og þá ætlum við að fara að ræða húsnæðismálin, og nú liggur fyrir spurningin: hvað getur Reykjavíkurborg gert til að bregðast við því ástandi sem nú ríkir á húsnæðismarkaði? Og ætlum að hafa sama fyrirkomulag á áðan, þið fáið 1 mínútu til að svara, og ætlum að byrja á hinum vængnum núna. Jens, gjörðu þið svo vel. Já, Reykjavíkurborg, hvað getur Reykjavíkurborg gert til þess að bregðast við húsnæðisvandanum? Sko, húsnæðisvandinn í Reykjavík og í nágrenninu verður ekki leystur bara með því að byggja fjölda af íbúðum. Hann verður einungis leystur gegn því að húsnæðisverð í Reykjavík og í nágrenninu lækki, og húsnæðisverð verður að lækka og það verður að lækka verulega. Og eina leiðin til þess að húsnæði lækki, það er að framboðið aukist eða eftirspurnin minnki, eða þá að samkeppnishæfið á markanum að það jafnist. Helst alltaf þessu þrennu. Þetta er algjört frumskilyrði fyrir því að það sé hægt að fara út í einhverja kjarabaráttu, frumskilyrði fyrir því að það sé hægt að bæta kjör fólks, og frumskilyrði fyrir því að við getum bara hreinlega að lifa í eðlilegu samfélagi. Það er ekki nema 20-30 ár síðan að við byggum við það að 1/3 af ráðstöfunartekjum dugði til þess að halda við viðunandi húsnæði. Núna erum við komin upp í 2/3 og við stöndum frammi fyrir því að það verður mikil óró á vinnumarkanum. Það verður margt sem mun gerast hér í haust, og aðal ástæðan er ekki lág laun ef við miðum við nágrannalönd okkar. Aðal ástæðan er okur sem er búið til af hinu opinbera, bæði á sviði húsnæðismála, á sviði heilbrigðismála og einnig inn í skólum landsins. Sveinbjörg, þú svo heppin að fara að koma stað og ferð, gjörðu svo vel. Nákvæmlega, takk fyrir þetta. Það sem Reykjavíkurborg getur gert í fyrsta lagi það að við getum skipulagt ný hverfi og úthluta fleiri lóðum. Til þess að koma í veg fyrir hækkun á fasteignaverði, þá getum við sett framsalstakmarkanir á lóðir, þannig að þær sé ekki að ganga kaupum og sölum á milli verktaka áður en að kemur til neytendan sem að raunverulega borgar allan brúsun og allan hagnaðinn sem búin að fara á milli. Framsalstakmarkanir lóði nr. 2. Í þriðja lagi, að það sem við getum gert er Reykjavíkurborg þarf að beita sér fyrir gagnvart sofandi ríkisvaldi það að koma á neytendavernd á leigumarkaðnum, því hún er ekki til staðar, og fasteignamarkaðurinn á Íslandi er algjörlega óregjulegur, svo ég noti það orð. Þannig að það þarf auðvitað að koma til inngrip ríkisvaldsins þarna líka. Takk fyrir. Vésteinn, gjörðu svo vel, næstur. Takk fyrir. Þetta er náttúrulega eitt stærsta velferðarmálið, ef bara ekki hið stærsta. Sko, ég vil nú í fyrst alveg segja, með skorti á byggingarlóðum þá verða ekki bara hækkanir
vegna þess að framboðið sé minna en eftirspurnin. Það verða líka spekulatívar hækkanir þegar mann braska með væntingar í hækkunum framtíðarinnar og það er hægt að leysa það með því að einfallega búa til offramboð á lóðum og láta þessa dýru froðu hjaðna niður þannig að húsnæði geti farið á svona þokkalega eðlilegt verð. En hitt sem að veldur þessu háa húsnæðisverði er vaxtakostnaður sem er mun meira en helmingurinn af húsnæðisverði fyrir venjulegt fólk og við viljum ná honum niður eins og ég sagði áðan með félagslega rekinni fjármálastofnun sem að borgin getur átt og stofnun ætti bæði að lána fólki sem að vill byggja sér eða kaupa sér eða þeim sem að leigja út þannig að sem sagt vaxtakostnaðurinn myndi hverfa úr öllum kostnaðinum en það ætti líka að byggja félagslegar íbúðir í þúsundatali sem að hæfa öllum við hæfi allra á lægsta hugsanlega verði vegna þess að velferðin á ekki bara að vera fyrir þá verst settu heldur fyrir alla. Takk fyrir. Gunnar, gjör svo vel. Kom Já, vandinn er náttúrulega fyrst og fremst sá að meiri hlutinn hefur dregið lappirnar í skipulagsmálum og dregið lappirnar í því að í lóðútlautunum eins og hefur komið fram en líka það við erum ennþá að byggja lúxusíbúðir. Það er eins og við hefum ekkert lært af kreppunni. Hvar eru nýju íbúðunar fyrir venjulegt fólk á meðalaunum? Og þetta er eitthvað vandamál sem það þarf að taka á en við sem í kallalistanum við leggjum bara áherslu á að feður, minni hluti feðra eru í eigin húsnæði, flestir eru í leiguhúsnæði og við hefum ekki að gleyma þeim líka heldur og við bara vitum það dæmi sko að 3 barna feður eru með börnin í umgengni í stúdíóíbúðum. Þetta er bara eitthvað sem við eigum ekki að sætta okkur við. Við þurfum aðkoma að félagslega kerfinu, félagslegum húsnæðum og það rannsóknir sýna það að einstæðir umgengnisforeldrar fá síður félagsleg úrræði, félagsleg húsnæði en til dæmis einstæðir foreldrar. Ingvar, gjör svo vel. Já, þakka þér fyrir. Já, til þess að ná jafnvægi á húsnæðismarkaði þarf fyrst og fremst að úthluta fleiri lóðum og skipuleggja ný íbúðahverfi. Það er ekki nóg bara að þétta byggð, það er alltof dýrt og það tekur á langan tíma. Þannig að við viljum byggja ný íbúðahverfi á Geldinganesi, á Keldum og halda áfram uppbyggingu við Úlfarsárdal. Og við skulum nú hugsa það að af ávöxtunum skuluð þið þekkja þá. Þannig að ef fólk vil áframhaldandi núverandi meiri hluta eftir kosningar þá skulum við aðeins líta yfir nokkra tölur hérna. Fjölgun nýrra íbúða árið 2017 íbúð sem urðu til á árinu 2017 voru einungis 322 hér í Reykjavík. Í Mosfellsbæ 401. Þetta er alveg ótrúlega tölur. Þetta er tekið af í ls.is vefsíðu Íbúðalánasjóðs. Að auki frá Morgunblaðinu mbl.is frá júní 2014 til mars 2017 úthlutaði Reykjavík 317 lóðum. Reykjanesbær úthlutaði 359 lóðum. Það sjá það allir að þetta gengur ekki og megin ástæði fyrir húsnæðiskreppunni og kjara rýrnum þar af leiðandi fyrir fólkið hér á höfuðborgarsvæðinu. Megin ástæðin er svo að borgin hefur ekki skipulagt ný íbúðahverfi. Þetta er svo einfalt. Tölurnar tala sínu máli. Takk fyrir. Kolbrún? Já, vandinn er tilkominn og hefur versnað allverulega eftir orðið bara neyðar ástand í húsnæðismálum og það þarf neyðar aðgerðir til. Vandinn er vegna þess að þessu hefur ekki verið sinnt. Frambóðið er ekki nægilegt og langt því frá og það er ekki fyrr en að frambóðið verður eðlilegt að þessi markaður verður eðlilegur og það býður risastórt verkefni. Þetta gerist ekki á einni nóttu. Ég tek undir það sem fram hefur komið með þessa lóðaskorstefnu og þetta okur á lóðum. En við í flokki fólksins við erum að hugsa þá sem minna mega sín, eldri borgar og öryrkja og biðlista í félagslega kerfið sem hefur bara fleiri á honum núna heldur en var fyrir 4 árum. Og við viljum ganga til samvinnu við lífeyrissjóðina til að koma á fót öflugu félagslegu húsnæðiskerfi, að gefa lífeyrissjóðunum heimild til að stofna svona óhagnaðardrifin leigufélög. Þið sjáu þetta er stór átak framundan. Þetta þarf að fara í forgang. Þetta kemur við okkur öll og það er fólk á vergangi og börn sem líða
og núna þetta bara það sem við viljum segja, fólki fyrst, þetta það sem þarf að fara í algjöran forgang og við getum það vantar ekki fjármagnara í það eru þetta borgarinnar að skaffa lóðirnar og sjá til þess að gangi og taka allar hindranir úr vegi, en lífeyrissjóðin með í þetta verkefni eitthvað sem að við viljum ganga til samvinnu með að skoða. Takk fyrir þetta, Kolbrún. Hildur, gjör svo vel. Já, takk. Það húsnæðisskortur í borginni eins og við öll vitum og þessi skortur að keyra hér upp húsnæðisverð. Biðlistar eftir félagslegu húsnæði hafa lengst og heimilislausum hefur fjölgað og þetta auðvitað mjög alvarlegt og þetta þarf að leiðrétta. Við ætlum að blása til stórsóknar á húsnæðismarkaði, við ætlum að auka hér lóðaframboð í borginni, við viljum byggja meira félagslegt húsnæði en þó ekki skapa félagslegt kerfi þar sem fólk festist inn í kerfinu, það á að vera auðvelt og það á að vera markmið að fólk geti stigið út úr kerfinu og staðið á eigin fótum. Við ætlum sömuleiðis að úthluta hagstæðum lóðum til uppbyggingar á hagkvæmum einingum fyrir fyrstu kaupendur, ungt fólk og aðra þá sem vilja koma sér þaki yfir höfuðið. Ég vil líka vekja athygli á því örstutt að þegar að byggt húsnæði hér í Reykjavík þá helmingur kostnaðar við byggingu, það kostnaðar sem leggst á vegna Reykjavíkurborgar, það byggingarréttagjald og svo það kostnaðar vegna tafa og fjármagnskostnaður sem kemur til vegna þess að afgreiðslutími verulega langur. Við ætlum að stytta þennan afgreiðslutíma og draga úr þessum kostnaði og það ætti að skila sér beint niður í lægra húsnæðisverði. Dagur, gjör svo vel. Já, ég veit ekki alveg hver maður á að byrja. Það svo mikið fullist hérna að það magnað. Það hefur aldrei verið skipulagt meira í borginni en á þessu kjörtímabili. Það eru 4.000 íbúðir á framkvæmdasvæðum, það eru 4.000 íbúðir tilbúnar í skipulagi. Við erum búin að úthluta 2 til 3-falt fleiri lóðum undir íbúðarhúsnæði heldur en öll nágrannasveitarfélög Reykjavíkur til samans og þeim erum gjarnan hampað í umræðunni. Það vissulega rétt að Helgafellslandið... þetta rangar tölur sem Ingvar kom þetta með þegar hann bar saman Reykjanesbæ? Helgafellslandið og Urriðaholtið sem hafa verið að byggjast upp í Garðabæ og Mosfellsbæ voru tilbúin með malbikuðum götum og ljósastöðum fyrir 10 árum. Það var nú hraðinn á þeim verkefnum. Þetta eru hraunverkefni sem eru loksins að koma núna, en við erum að koma með fjölda reita. Ég get ekki lagt nógu mikla áherslu á það að rót vandans að hér var lagt af kerfi sem var hugsað fyrir þá sem höfðu minnst milli handana. Þegar við tölum húsnæðisvandan þá eru mjög fáir flokkar hér á ávarpan vegna þess að hann snýst fólk sem getur hvorki keypt né leigt. Og leiðin í því þurfum að sækja til Norðurlanda og það samstarfið félög sem að byggja án hagnaðarsjónarmiða. Og við höfum unnið það með verkalýðshreyfingunni í gegnum stofnframlögin og í gegnum yfirlýsinguna frá 2015 og þar erum við að byggja með þeim stúdentum, félögum eldri borgara, búseta og okkar eigin með fjölgun félagslegra íbúða í raun 3-falt fleiri íbúðir en voru í Breiðholtsverkefninu. Og þetta mun skipta máli, auðvitað hefur þetta tekið tíma en þetta kjarnin í skynsamlegri og heilbrigðri húsnæðisstefnu. Komum betur inn á þessi félög og eftir en Vigdís, viltu taka við? Já, þakka þér fyrir. Ég segi eins og Dagur, það eiginlega of langt mál að fara yfir akkurat nákvæmlega svo fullyrðingar meiri hlutas í þessu máli en í stuttu máli það svo að í þessari kosningabaráttu verða lofa uppbyggingu á sömu svæðum eins og lofa var í kosningabaráttunum 2014 og ætla ég ekki að hafa fleiri orð það. En til þess að leysa húsnæðisvandann í borginni þarf að úthluta fleiri lóðum, það þarf að skipuleggja fleiri svæði og það þarf að leggja grunninn að nýjum hverfum eins og upp á Kjalarnesi og í Geldinganesi og byggja upp á klára Úlfarsdalinn. Til þess þarf fyrst til að búa til nýtt hverfi, það grunninn, það kaltvatn, heitvatn, rafmagn og svo framvegis. Þannig að þetta þarf að gera og það sem við ætlum að gera í miðflokknum, það það að einfalda kerfið, stytta boðleiðir, hagræða í þessum stofnunum sem raunverulega að tefja samkvæmt stjórnsýslulögum því að samkvæmt stjórnsýslulögum þá á borgin að vinna fyrir borgarana en borgararnir eiga ekki vera þrælar kerfisins. Núverandi meirihluti hefur unnið fyrir fjármagnið og fjármagnseigandur, ekki fólkið. Þess ætla miðflokkurinn að snúa við.
Líf, gjörðu svo vel. Já, takk. Það er alveg á hreinu að hinn almenni markaður hefur brugðist og þá þarf Reykjavíkurborg að vera meiri gerandi. Við þurfum að vinna þetta með verkalýðshreyfingunni en við getum líka og eigum að hafa áhrif á hvernig leiguverð þróast. Vegna þess að það er óboðlegt að leigjendur á hinnum almenna markaði eru ekki varðir fyrir hækkandi leigu eða þurfa að flytjast á milli hverfa vegna húsnæðisvanda af því að þeim er einfaldlega hent út. Og við þurfum að einbeita okkur á því að tekjulitlir og lágir einstaklingar og fjölskyldur geti eignast húsnæði. Þannig að við í Vinstri-hreyfingunni Grænu framboði við höfum talað það að endurreisa verkamannabústaði, ekki þeirri mynd sem var, heldur í nýrri mynd, þannig að við tryggjum leigjendur á markaði, svo er það auðvitað líka félagslegt leiguhúsnæði og þar hafa okkar áherslu verið mjög skýrar og eftir að við komum inn í þennan meirihluta þá hefur félagslegu leiguhúsnæði fjölgað, við höfum keypt íbúðir fyrir milljarða til þess að setja inn í félagslega leigukerfið. Þetta skiptir máli vegna þess að þetta er okkar viðkvæmustu skjólstæðingar sem að við þurfum að tryggja öruggt húsnæði og við þurfum að tryggja öruggan leigumarkað. Þannig að við tölum að endurreisa Verkó í nýri mynd og vera í nánri samvinnu við verkalýðshreyfinguna í landinu. Þórdís Lóa, ykkar lausn. Ég þarf nú kannski ekki að tjá mig meira en frambúa eftir spurning, ég held að sé alveg búið að hamra á því hérna. En við virðist segjum inn með útkverfin. Við sjáum að við erum, ef maður horfir á borgina úr lofti, þá er borgin eins og bútasömsteppi sem var aldrei klárað. Það er langt á milli hverfa, þau eru ekki nægilega vel tengt. Byrjum á því að þétta þau. Í dag eru það 17 flækjustigs og stjórnsýslu skref sem það þarf til að byggja eina skemmu og það er búið að koma hérna fram áður hvað það kostar. Þetta verður að einfalda. Reykjavík er í 64. sæti á Alþjóðabankanum af því hversu flókið það er að byggja. Förum niður í 7 skref eins og Danir eru. Þetta sparar tíma, þetta sparar pening. Ég er sérstaklega mikil áhugamanneskja góðan og virkan og ódýran leigumarkað. Í dag er hann algjörlega mjög svo skektur og rándýr. Við verðum að efla hann, við verðum að vera með framboð af húsnæði fyrir alla. Og við horfum á framtíðina og við sem að stúdurum framtíðafræði vitum það að unga fólkið okkar, það vil búa allt öðruvísi. Ég tók sjálf þátt í hugmyndasamkeppni sem að Reykjavíkurborg hélt í vetur hugmyndir að ódýru húsnæði fyrir ungt fólk og ég kom inn með hugmynd að leigu fyrirbæri, ekki bara fyrir ungt fólk, heldur fyrir alla. Það er hægt að byggja ódýrt, það er hægt að reka leigufélög sem eru þannig í verði að það sé hægt að búa í þeim og við horfum á stóru myndina og þangað viljum við fara. Takk fyrir. Sanna, gjör svo vel. Já, það ríkir náttúrulega greiðarleg húsnæðiskreppa, það hefur ekkert verið byggt fyrir fólki sem er í mestri neyð og það hefur verið byggt fyrir hina ríku og túrista og það hafa verið svona áform að byggja fyrir þá sem að sitja eftir en þessi áform það er eins og þau verði oft ekki að veruleika og við verðsettum greinilega bara bíða og við viljum að borgin bara grípi inn í, hún geti til dæmis stofnað sitt eigið byggingafélag og því að markaðurinn hann er ekki að fara að leysa hann húsnæðisvanda þannig að borgin þarf bara að grípa inn í og dálítið svona hætta að þjónusta þessa einstaklinga sem að leitast við að græða á húsnæðisþörf einstaklinga. Þar erum við að tala lóðabraskara, verktaka og hagnaðardrifin leigufélög og þannig að borgin þarf að koma að stíga bara beint inn í núna og leysa hann að vanda og hætta að lofa kannski hvað hún ætla að byggja margar íbúðir og bara byggja þangað til að síðasta fjölskyldan er komin í skjól svo getum við bara talið eftir á hvað var mikið byggt og svo náttúrulega uppbygging húsnæðisfélaga með verkalýðsfélögum og endurreisa nútíma verkamannabústaðakerfi. Takk fyrir og Ólöf. Já, mér finnst bara síðustu 3 hugmyndir hljóma mjög skynsamlegar. Það eru nokkur hlutir sem að kvennahreyfingin vill vekja athygli á. Það er til dæmis að tækifæri kvenna og jaðarsettra hópa til að afla sér tekna eru ekki þau sömu og karla, en þeir virðast alltaf vera viðmiðið á vinnumarkaði. Í dag er það einfallega þannig að það er fátæktra gildra að vera á leigumarkaði, sérstaklega ef þú ert einstæð móðir. Við verðum að tryggja að konur geti búið öruggar og við verðum að hafa húsnæði fyrir fólk sem er að flýja ofbeldissambönd. Konur verða að geta ráði hvort þær eru í sambúð eða ekki. Við þurfum að auðvelda einstæðum mæðrum lífið, við eigum ekki að gera erfiðara. Akkúrat núna erum við að skapa aðstæður þar sem fátækt mun erfast frá kynslóð til kynslóð. En það yrði rosalega stórt skref í rétt átt að tryggja húsnæðislegt öryggi einstæðra mæðra og þá er ég bæði að tala íslenskar einstæðar mæður og erlendar.
og kvennahreyfingin er að bjóða fram til þess að passa að þessar raddir heyrist í umræðinni. En við styðjum góðar hugmyndir. Takk og Alexandra. Já, Píratar lögðust í mjög mikla stefnuvinnu fyrir húsnæðismál fyrir þessar kosningar og erum búin að vera að vinna í því núna í marga mánuði og þetta er erfitt mál, það er bara þannig. Við þurfum fyrsta lagi bara alveg akút að fjölga félagslegum íbúðum og við vinna meira með óhagnaðdrifnum leigufélögum. Það eru okkar áætlanir að 25% af öllum íbúðum á nýjum svæðum séu hugsaðir fyrir þannig íbúðir, annarkvort félagsíbúðir eða þá óhagnaðdrifin leigufélög. Það er líka þannig að almennt þarf bara að fjölga íbúðum og það er búið að útluta alveg bara flenni nóg af íbúðaplássum, það er bara ekki við að byggja þau og það er ýmsar ástæður fyrir því. Það er út af byggingarreglugerð, það er út af hvað það tekur langan afgreiðslutíma, það eru smáatriði í samanburði við það að það er bara ekki framleiðni í greininni og það er stóra vandamálið. Það er meiri sér þegar best lét fyrir hrun, þá voru að byggja kannski 1000-1200 íbúðir á mánuði og það var ekki, þegar það var upp í 1200 þá voru það ekki endilega frábærlega góðar íbúðir og þegar einhverjir flokkar er að lofa 2500 íbúðum á ári, það er bara ekki nokkur leið að standa við það. Byggingarreinar á Íslandi á ekki séns í það lofur það akkurat núna. Það þarf hins vegar að hugsa þetta til lengri tíma. Við þurfum að ná framleiðinni aftur upp í 1000-1200 íbúðir. Við viljum gera það með því að hækka stofnframlag. Við viljum sem sagt stytta afgreiðslutímann með því það er afrænt kerfi hjá umhverfis- og skipulagssviði. Við viljum við erum með útdeildar lóðir og viljum hækka stofnframlagið úr 12 í 16%, við höfum lagaheimild til að fara í 16% og við viljum passa að þétta borgina og nýta það skipulag sem við höfum nú þegar og svo viljum við efla iðnnám og gera því hærra undir höfði því að við viljum að byggingariðnaðurinn sé góður til framtíðar, að það sé gott að fara og læra rafvirkjun, pípulagningar, húsasmíðameistara, whatever til þess að vinna í iðnaði sem við ætlum að stækka til framtíðar en ekki bara í einhverju 3-4 ára átaki. Það fer enginn í starfsnám til þess að vinna því að það er 3 ára svo allt búið. Takk. Snorri, hvað ætlar höfuðborgarlistinn að gera til að bæta þessu? Jú, höfuðborgarlistinn er með mjög metnaðarfullt plan í uppbyggingu íbúðarhúsnæðis í borginni. Það er mjög mikilvægt kjaramál fyrir Reykvíkinga að hafa aðgengi að ódýru og góðu og öruggu húsnæði. Og við ætlum að byggja 10.000 íbúðir, þar af 2-3.000 íbúðir í sérstaku úrræði sem er gert fyrir fyrstu kaupendur og aðra þá sem hafa setið eftir á íbúðamarkanum. Þar verða byggðar 2-4 herbergja íbúðir í þessu 2-3.000 íbúðaúrræði fyrir 22-30 milljónir króna á verðlagi dagsins í dag. Þetta er velgerlegt og sakna þess að sjá hvað Píratar taka lítið undir í því að maður verður að setja sér metnaðarfull og metnaðarfull markmið af því annars kemst maður ekki áfram og getur ekki gert það. Nei, en það er vel hægt að byggja 3-4 íbúðir ef að viljinn er til staðar. Þannig að það sem við ætlum að gera er að við fara í útboð á Evrópska efnahagssvæðinu þar sem við erum að bjóða 100-400 íbúðir út í hverjum pakka og þetta er velgerlegt. Vandamálið í húsnæðismálum Reykjavíkur er það að deiliskipulagskröfurnar eru það ríkar og það miklar að það er ógerlegt að byggja ódýrar íbúðir í Reykjavík í dag. Það eru djúpgámar, gras á þakinu, sérstakt útlit sem er flókið í framkvæmd, erfitt að steypa upp og annað. Það er bílastæðahús og það er alls konar hindranir og þröskuldar eins og hefur verið nefnt áðan varðandi afgreiðslutíma í gegnum kerfið. Þannig að ég ætla bara að benda á það að vandamálið í dag er það að þeir sem eru með þessar lóðir sem er búið útluta, þeir vilja ekki byggja þar af því að það er engin markaður fyrir þessar íbúðir. Kristjánshán í Kaupmannahöfn, þar voru 100 milljón króna íbúðir byggðar fyrir einhverjum, þegar ég bjó þarna fyrir nánast 20 ára síðan og þær voru uppbyggðar og það var engin kaupandi. Það er skortur á kaupendum að lúxusíbúðum. Það er vandamálið. Takk fyrir. Það er óhjákvæmilegt að ræða beina svona spurningum aðeins að meirihlutanum í þessum málu. Það er bæði Líf kom inn á það hérna án, ég veit að þú hefur rætt að í aðdraganda þessa kosningadagur að markaðurinn, þegar við treyst of mikið á markaðinn til þess að leysa þennan vanda sem við sáum fram á fyrir 4 árum að gæti komið upp. Hvar
voru mistökin gerð og hvernig getur lært af þeim mistökum sem hafa verið gerð núna á síðustu, ef við tölum bara síðustu kjörtímabili? Já, mistökin voru gerði að leggja af verkefnabústaðakerfið. Það eru stóru mistökin, þetta voru 14.000 íbúðir, það er 5.000 í Reykjavík og þetta var öruggt skjól fyrir fólk og það tók stjórnmálin mjög langan tíma að viðurkenna mistökin og ótrúlega langan tíma að ná saman lög að danskri fyrirmynd sem heita lög almennar íbúðir og eru grunnurinn að þessum stoppframlagakerfi sem við erum núna að nota bæði með stúdentum og verkalýðshreyfingunni til þess að koma þessum íbúðum upp. Innan borgarstjórnar hefur húsnæðispólitíkin kristallast í því að eftir að GAMMA og Heimavellir komu fram að þá fóru sjálfstæðismenn að tala fyrir því að við ættum að hætta að vera með þetta tal óhagnaðardrifin félög og láta þau hafa lóðurnar því að markaðurinn væri alveg að fara að leysa þetta. Við héldum ekki og héldum okkar striki vegna þess að við hefum verið að fylgja eftir áætlunum að koma af stað 2500 til 3000 leigu- og búseturéttaríbúðum með öllum þessum félögum vegna þess að það í okkar huga kjarni þess að gera húsnæðismarkaðinn heilbrigðari. Viðfangsefnin eru mjög lík því sem er í vaxtarborgum, norrænum borgum, húsnæðiskostnaður reyndar hærri þar víða. Og þess vegna höfum við verið að horfa til lausna sem eru notaðar þar og duga fólki best, bæði félagslegra lausna en líka þeirra sem hafa minni tekjur vegna þess að ef að stefna þess að meirihluta hefði ekki komið til þá hefði ekki verið framfylgt sín á fjölbreyttan húsnæðismarkað vegna þess að sjálfstæðisflokkurinn er í rauninni á móti leigumarkaði og vill aldrei fara inn eina sérlausnir fyrir fólk sem passar ekki inn í það sem verktakarnir vilja byggja en við höfum verið að þróa og beita okkur fyrir fjölbreyttari úrræðum. Ég hef ekkert leynt því að ég hef verið fyrir vonbrigðum með það að Reykjavíkurborg hefur verið eina sveitarfélagið sem hefur verið að gera þetta. Það er ekkert af þessum fjölbreyttu úrræðum og óhagnaðardrifin, ég meina ekki einu svona stúdendaíbúðir eða íbúðir fyrir eldri borgara í nágrannasveitarfélögunum eða annar staðar og ég voru það þannig að þessi vandi hefði leyst tvöfalt hraðar ef að þau sveitarfélög hefðu spilað með. Það er eins og þar sé bara planið að lokka þangað þá sem geta borga mest útsvar. Ég meina, Seltjarnarnes og Garðabær fá hærri skattekjur í krónutölu að meðaltali heldur en Reykjavík. Vegna þess að það eru hærri meðaltekjur. Ég meina, þetta er það sem er í gangi og við þurfum að spyrja okkur hvernig samfélag viljum við hafa? Ætlum við að hafa fjölbreytt, félagslega blandað samfélag, ekki bara á einhverjum einni borg eða einu stað, heldur í öllum hverfum og öllum sveitafélögum. Þá verðum við að fara að orða þessi vandamál og tala þetta. Ætlum við lifum ekki hildið að bregðast við núna? Jú, það er Þið ætluðu að láta markaðinn leysa þetta, segir hann var á góðri leið að því en já, ég er einhvern veginn sammála um það að það hafi skapast eitthvað skrímsli úr því og vandinn aukist. Já, ég kom nú inn að það áðan að við vildum byggja hér meira félagslegt húsnæði, þannig að þetta er nú ekki rétt sem að Dagur segir og minnst einhvern skemmtilega að vekja hér á því athygli að á síðasta ári að þá voru hér byggðar í Reykjavíkurborg eingöngu 322 íbúðir. Þetta voru mestu lúxusíbúðir. Það hafa verið nefnda til sögunar íbúðir við Bríetatún og á Hlíðarenda sem eru 60 fermetrar og sagði að vera góðar fyrir fyrstu kaupendur en kosta og yfir 40 milljónir og ég veit ekki með ykkur en ég þekki engan þann fyrsta kaupanda sem kaupir íbúð á 40 milljónir. Ég tek undir, ég vil sjá blandaða byggð, ég ólst sjálf upp í hverfi þar sem að flestar minna vinkvenna byggu í félagslegu húsnæði þar sem voru félagslegu vandamál eins og eiturlyfja, fíkn, heimilisofbeldi og áfengisvandi. Það var mjög þroskandi fyrir mig, ég ólst ekki upp á slíku heimili, það var þroskandi fyrir mig að alast upp í þessu umhverfi og það var gott fyrir mína vinkonur líka að alast upp í svona blöndu umhverfi. Til dæmis mín besta vinkona var fyrsta í sinni fjölskyldu til að fá stúdentspróf og er í dag með 3 háskólagráður. Þannig að ég styð slíkt fyrirkomulag. Alexandra, þú bæst líka eins orðið rétt á hann? Algjörlega, og ég ætla að fá að verður þið að slökka á ykkar? Hjá okkur, Aldrei þessu vant, þá ætla ég að vera bara fullkomlega sammála Degi, þetta er bara alveg rétt hjá honum. Stórt og mikið vandamál húsnæðismarkaði í dag eru stóru gróðadrifnu leigufélögin. Þau eru mjög risavaxin eigandi á markaði og þau hafa enga hagsmuni af því að það sé meira byggt eða verð á húsnæði lækki.
og það bara í rauninni stór hættulegt fyrir okkur sem samfélag að búa til stóra fjársterka aðila á markaðnum sem hafa bara beinlínis hagsmuni af viðvarandi húsnæðisskorti og háu húsnæðisverði. Hvernig ætlar að koma böndum á þetta? Það mjög erfitt á vegum, á leveli borgarstjórnar. Það hægt að gera það með því að reyna að passa við hverju úthlutun og hverju deiluskipulagi þá sé ekki alltaf fara í hendurnar á sömu aðilunum. Þetta er líka fyrirtæki sem að kaupa á almennu markaði. Þetta er mjög erfitt að díla við á borgarstjórninni en þetta er skilgetið afkvæmi Sjálfstæðisflokksins. Þetta gerist þegar gjaldeyrishöftunin sett á og stórir aðilar með mikla peninga hafa ekki til að fjárfesta í annað en fasteignir á Íslandi. Þetta gerir svo líka, lífeyrissjóðirnir eru svolítið í þessari stöðu líka og það sem við þurfum að passa er að, hvað segir maður, það þarf að taka á þessu í lögum en borgin getur reynt að passa þessi þar sem hún getur og ég verð bara að viðurkenna, ég óttast svolítið Sjálfstæðisflokkin í þessu málaflokki. Ég held að þeim finnst bara mjög gaman að búa til stór og mikil eignafélög sem að vinnur þeirra geta átt. Má ég koma inn í þetta? Endilega. Það er auðvitað þannig að fólk vill búa í Reykjavík vegna þess að við erum að veita mjög fjölbreytta þjónustu. Hérna eru til dæmis skjöld og barnafólk með þeim lægstu þegar við vorum að tala um jafnaðarmennsku og hvernig við getum bætt kjör við getum það gegnum gjaldskrár. En það er líka þannig að eins og ég sagði áðan að markaðurinn hefur brugðist og það eru fjármagnseigendur sem vilja auðvitað hámarka gróðan og koma til Reykjavíkur og nýta sér þau tækifæri til þess að hækka leigu upp úr öllu valdi. Þar getum við einfaldlega eins og borgarstjóri kom hérna inn á. Nú er ég mjög formlega þegar maður festir sig í formlegheitunum oft eða dagur að við þurfum að fjölga óhagnaðardrifnum leigufélögum í Reykjavík og við þurfum Reykjavíkurborg að vera gerandi á þessu markaði og jafnvel koma inn í og stiga inn í og það er að fara í þetta samtal og þannig höfum við líka áhrif á markaðin en við höfum líka áhrif á markaðin með því að sinna okkar grunnskildum sem er að fjölga félagslegu leigukerfi eða íbúðum í félagslega leigukerfinu og standa þá þar okkar plikt að útvega fólki sem á ekkert í Reykjavík húsnæði. Og þar þurfum við bara að grípa inn í og vera gerandi og þetta skiptir máli. Og það sem við erum að gera, það tekur tíma að vinda ofan af eignastefnu liðina tíma. Það tekur tíma en við erum á réttri leið. Það er ekki mikil tíma eftir. Mér langar aðeins að grípa inn í til þess að ná fram einu punkti og einu hagsmunamáli sem að ég veit að verkalýðshreyfingin talar mikið um. Það eru aðgerð sem að borgin getur gengið í, örugglega ekki með mjög flóknum hætti og ætti að geta lækkað leigu 20.000 hjá þeim sem að leita inn í leiguhúsnæði sem að verkalýðshreyfingin er að byggja, til dæmis í gegnum íbúðafélagi Bjarg sem er á vegum ASÍ og BSRB. Þar hefur verið reynt að semja við Reykjavíkurborg um það að fella niður þetta byggingaréttagjald. Hildur kom nú aðeins inn á þetta áðan og fleiri, líka að einfalda skipulagið og allt þetta. Þetta eru 45.000 krónur á hvern fermetra, 3 milljónir rúmar á 70 fermetra íbúð og hækkar leigu að minnsta kosti 20.000 krónur á mánuði. Eru þið hér við þetta borð, ég veit að verkalýðshreyfingin og launþegarnir vilja fá svör við þessu, eru þið tilbúin til þess að fella hreinlega niður þetta gjald? Þetta ætti að vera einföld aðgerð í framkvæmd að minnsta kosti. Já, Dagur Gjörsver. Lögin eru hugsuð þannig að ríki leggur 18% af stofnframlagi inn í þessi verkefni og sveitarfélögin andvirði lóðarinnar. Þannig að það er skilgreindur byggingaréttur sem síðan rennur hina leiðina beint inn í verkefnið aftur. Hvað segirðu? Í gegnum stofnframlögin? Já, í gegnum stofnframlögin. Þannig voru lögin hugsuð til þess að sveitarfélögin önnur myndu líka taka þátt í þessu en ekki bara þau sem hefðu sérstaklega metnað til þess eins og Reykjavíkurborg og því að borgin þarf að standa undir ýmsum innviðum og svo framvegis og þannig að þessi framlög renna í raun inn í andvirði þess að renna beint inn í verkefnið aftur. Þannig að það er engin þörf á því að leggja það eitthvað niður þáttur að verkalýðshreyfingin hafi verið að óska eftir því. Já, þá væri verkalýðshreyfingin stóð með okkur að því ásamt Eygló Harðardóttur sem var ráðherra að setja lögin upp svona til þess að fjármagna verkefnin, þá kemur raun
30% inn í hvert verkefni og ef að það þarf hærri framlög frá henni opinbera inn í verkefnin að þá verður rétt að taka upp viðræðu þar sem að ríkið myndi ekki síður hækka sinn hlut heldur en sveitafélögin en ekki bara sveitafélögin einhliða. Hvað segir þið hinn með þetta byggingaréttagjald? Kolbrún var reynda búin að biðja orðið talsvist undan. Já, fyrir löngu. Já, ég skal, ég langar bara að fá að bregðast við aðeins þessu tali borgarmeirihlutans því að það er sleið úr og í og mér finnst borginni, þá var ég að tala ykkur meirihlutan, þið eru svo mikið fórnarlömb í þessu, þetta einhvern veginn allt öðrum að kenna hins sveitafélögin og það var lagt niður kerfi sem virkaði og okkur var í rauninni og alveg fyrir okkur nýgræðinga kannski eins og mig í Flokki fólksins. Bara, ef þið myndi bara vilja segja hvað fór úrskeiðis, hvað hefðu þið geta raunverulega gert betur til þess að heyra ekki núna, já það þarf að tryggja húsnæðisöryggi fyrir viðkomast á hópin, þetta er að segja núna, öll þessi ár sem liðin eru, mér langar bara að læra í einlægni, bara viðurkenniði og það einhver staðar eitthvað fór úrskeiðis, bara segja það, svo við hinn þá getum lært af fortíðinni. Já, ég held að Dagur hafi nú reyndar alveg svona reynt að svara þessari spurningu eftir fremstu. Ég skal bara ítreka það, aldrei kjósa Sjálfstæðisflokkinn eða Framsóknarflokkinn ef þeir að kjósa húsnæðismál vegna þess að þessir flokkar, vegna þess að þessir flokkar bera svo mikla ábyrgð á því að hafa lagt af verkamannabústaðina og ef þið sjáu þennan rauða þráð og þar verði ég reyndar að gera þann greinamun að við áttum verkalýðshreyfingin og við áttum mjög gott samstarf við Eygló Harðardóttur en hún þurfti þá að það væri ákvæði stjórnarsáttmála, ég veit ekki hvað, hún átti því líku basli með Sjálfstæðisflokkinn sem var samstarfsflokkur í ríkisstjórn, hún var farin að senda þeim orkustangir upp í fjármálaráðuneyti, muni eftir þessu, ég man bara aldrei eftir öðru eins og þetta tafðist í 2 ár út af því og Sjálfstæðisflokkurinn í borgarstjórn sem núna vil ekki kannast við það að var sagt, heyrðu, núna bara markaðurinn að fara að leysa leigumarkaðinn að það þarf þarna norrænar lausnir jafnaðarmanna sem eru þrautreindar þetta er margflókið og það þarf að viðurkenna það en ef að þú vilt svar að þá liggur rótin í að leggja niður verkamannabústaði. Hefði borgin ekki getað gert neitt? Þú ert búin að vera borgarstjóri býsna lengi. Borgin er búin að vera í farabróti því að fjölga borgin er búin að útluta fleiri lóðum en öll hinn sveitafélögin samans og tvöfalt það. Borgin er búin að vera að byggja upp með verkalýðshreyfingunni, borgin er búin að vera að byggja upp stúdentaíbúðir, borgin er búin að vera að byggja upp Jú, býtur rólegur Ingvar, hann er borgarstjóri að vera að svara fyrir verkinu og íbúðir og þannig að ef að spurningin er hvað hefur borgin geta gert þá erum við búin að vera að gera þessa hluti við erum líka búin að hækka sérstakann húsnæðisstuðning við tókum hann upp einhliða án laga í upphafi. Takk fyrir þetta Dagur. Ingvar, gjörðu svo vel. Ingvar að því að það var svolítið verið að bauna bæði og Sjálfstæðisflokkinn og Framsóknarflokkinn í þessu og hlaut góðar undirtektir hér í salnum þannig að það er nú sanngjarnt að Ingvar fá að svara. Já, þakka að kærlega fyrir. Ég tók eftir því áðan Sigmar að þú spurðir hvort að ég færi með rangt mál varðandi tilbúnar íbúðir og lóð og úthlutanir og Dagur borgarstjóri segir ég að fara með rangt mál þá skulum við eiga það við Íbúðalánasjóð og mbl.is vegna þessar tölur eru teknar beint þaðan. Fjölgun nýrra íbúða 2017 Reykjavík 322 íbúðir, Mosfellsbær 401 íbúð. Við skulum þá eiga þetta við Íbúðalánasjóð ef þetta er rangt. Og frá júní 2014 til mars 2017 mbl.is Reykjavík úthlutaði 317 lóðum, Reykjanesbær úthlutaði 359 lóðum og ef þetta er rangt, segðu mér af hverju þetta er þá rangt að þú segir að þetta sé rangt. Við skulum leyfum aðeins Alexandra útskýrðu þetta, þú ert að tala um að menn sé að bera saman epli og appelsínur. Hljóðnuminn íbúðir sem hafa verið byggðar íbúðir sem hefur verið úthlutaður og tilbúnar á skipulagi. Það býr enginn í úthlutaðum íbúðum? Nei, það þarf að byggja þar og það er það sem ég er að tala um og það er að vantar framleiðni í byggingariðnaðinn og það vantar hvatningu til þess að byggja þessar íbúðir. Skortur á kaupendum á lúxusíbúðum? Býttu við, heyra í Vigdísi Hauks, hún var formaður fjárlaganefndar og mér finnst hún bera ýmsa ábyrgð á sem hún er afsalað sér núna í borgarstjórnarframboði. Snorri, örstutt og næstur bara örstutt, við erum að renna út tíma.
Ég ætlaði bara að nefna það hérna að nú mikið tala innviðagjöld, nú að fara að bæta þeim við. Það er að segja, það er ekki nóg að taka lóðagjaldið, heldur verður líka að taka innviðagjöld til þess að byggja rándýra borgarlínu sem að enginn hefur útskýrt hvernig á að fjármagna öðru leyti heldur en með því að hækka húsnæðisverð í Reykjavík. Hver hefur nokkuð tíma sagt það? Og þegar Dagur talar innviðagjöldin þá segir hann gjarnan að ef að borgin tekur ekki innviðagjöldin að þá fær verktakinn aukinn hagnað af framkvæmdinni, en hann er að gleyma því að hagnaðurinn verður bara til út af því að það er umfram eftirspurn á íbúðum, það er að segja framboðið er ekki nóg. Þannig að með því að auka framboð á lóðum að þá verður minni hagnaður fyrir byggingarverktakann. Senda boltinn yfir á hinn enda. Jens, þú ert búin að biðja orðið líka. Já, ég er búin að hlusta þetta. Hérna talaðum það að það sé búið að vera að vinna að því að leita ykkur módulum á norrænu vettvangi. Ísland hefur haft sérstöðu að þýlitinu til að þeir hafa haft íbúðamarkað sem hefur verið í einkaeign að 90% langt umfram öll norræn lönd. Við lendum hér í hruni og íbúðamarkaðinu fer í upplausn og síðan hafa stjórnvöld hort upp á það að hagnaðardrifin leigufélög hafa keypt hér upp íbúðir sem að almenningur hefur mist. Við í íslensku þjóðfylkingunni segjum það opinberlega og hefum sagt það stanslaust að það á ekki að vera neitt pláss fyrir hagnaðardrifin leigufélög á íbúðamarkaði hvorki í Reykjavík né á landinu. Við höfum aldrei þurft á hagnaðardrifnum leigufélögum að halda. Við höfum alltaf komist án þeirra. Við þurfum að hafa ákveðið magn af leiguíbúðum handa þeim sem að ómögulega geta byggt sér íbúðir, en við eigum að sjá til þess að þeir sem að mögulega geta byggt sér íbúðir eigi að fá mögulegan til þess. Borgarstjóri sagði hérna rétt áðan að hann skildi ekki neitt í því að það væri fullt af fólki sem hreinlega ekki gæti keypt sér íbúðir, en íbúðir og íbúðaverð það hefur hækkað næstum því tvöfalt eða 80% á þeim tíma sem hann hefur sitið á borgarstjórastóli. Ef að það er hækkað önnur 80% í viðbót, þá get ég alveg sagt borgarstjóra það að það verða tvöfalt fleiri þá sem heldur ekki geta keypt sér íbúðir heldur en eru í dag, vegna þess að í dag eru þau tvöfalt fleiri heldur en voru fyrir 8 árum. Já, takk fyrir þetta. Vigdís, það er auðvitað svolítið freistandi að stríða þér aðeins á þessum punkti sem kom hérna fram. Þú ert að tala að Dagur og meiri hlutin sé alltaf að vísa ábyrgðin yfir á ríkið. Þú ert nú aldeilis búin að vera í áhrifastöðu til þess að hafa áhrif á þessi mál sem formaður fjárlaganefndar. Já, enda hvað er verið að ræða? Ég var að fara aftur tilbaka því það er verið að tala að það er verið mistöki hér á húsnæðismarkaði að afleggja verkefnabústaði. Ert þú ekki að vísa vandanum líka annað? Alls ekki, leiðu mér nú að tala, Sigmar, ég er búin að biðja orðið hérna í eitthvað kortur og ekki fengið það. Við skulum bara fara aftur til Jóhönnu Sigurðardóttur. Hún var í flokki sem er forveri Samfylkingarinnar. Það voru nú hvorki meira en 30% afföll á því húsbréfakerfi sem hún tók upp, þannig að á sínu tíma það voru sveitafélög út all land í sárum í 2 áratugi vegna félagslega húsnæðiskerfisins sem hún tók upp. Við skulum bara tala í nútíðinni. Ég held að það sé farsælast fyrir alla og hætta að benda á ykkur aðra. Ég er sammála. Núverandi meirihluti í borginni spilar sig sem fórnarlamb, það er allt öðrum að kenna og þau bera enga ábyrgð. Gott og vel, þá vita kjósendur það. Frábært, það eru kosningar á laugardaginn, þá vitum við það. En ég ætla að gefa þá yfirlýsingu hér að Miðflokkurinn tilbúinn til þess að fella niður byggingarréttargjaldið þar sem að þessi umræða snerustu það í upphafi vegna þess að blekkingurinn hjá borginni var slíkur að þegar þetta verkefni fór á stað á sínu tíma þá kom borgin að því að fara í fyrsta sinn að leggja byggingarréttargjald á. Þannig að það var nú öll aðkoman, þannig að borgin kom ekki neinum afgerandi hætti og sýndi vilja í verki með því að koma þessu verkefni á koppinn. Þetta er nú, við skulum bara kalla þetta hálf sannleikurinn í öllu þessu máli. Kosningar á laugardag og nú veit bara fólk að hverju það gengur á kjördag. Takk fyrir mig. Já, takk. Það er ekki langur tími eftir. Komið þið endilega að afstöðu ykkar varðandi þetta byggingarréttargjald því að það skiptir svolítið máli, flettið þið inn í svörin ykkar því ykkar sem er eftir að tala og ekki að hleypa þér næstað. Já, við viljum bara vinna náið með verkalýðshreyfingunni og tökum til hennar vel, þannig að það er náttúrulega bara að falla þetta niður og það er náttúrulega verkalýðshreyfingin sem að vinnur fyrir fólki og hagsmunum þeirra, þannig að við viljum bara vinna náið með þeim. En hvað finnst þér svona, þú ert búin að heyra þess hérna á spilin sem að menn eru að sína? Já. Finnst þér vera þannig
gír í fólki að það sé raunhæft að eitthvað gerist? Sko ég verð að viðurkenna, ég held að ég sé yngst hérna og mér líður pínu eins og ég sé komin í einhverju svona veislu fyrir börn þegar það verið að grípa fram í og svona. Þannig að ég veit ekki alveg hvað já, þetta var kannski ekki mjög stjórnmannlegt svar hjá mér, en þetta er svona, þetta er alltaf svona, já, að grípa fram í og svona, ég kannski skil ekki alveg þá nálgun, þannig að en við þurfum bara að tækla og leysa vandann, greinilega mikið verk framöndan. Þórdís Lóa, hverju vilt þú koma að svona rétt í lokin? Ég vil koma því að ég er algjörlega ósammála þjóðfylkingunni þegar hann talar það að það sé ekki til neitt sem heitir almennu leigumarkaður. Ég held einmitt að það sé þangað sem við eigum að fara og byggja á því hvað nágrannaþjóðir okkar hafa gert og hefur tekist. Eðlilega þurfum við að leysa félagslegan húsnæðisvanda. En við eigum líka, þetta er endalaus fortíðarhyggja. Við eigum að breyta þessari samsetningu. Við höfum verið með húsnæðismarkað sem er 90% í einkaeigu. Framtíðin og unga fólki er að segja þetta. Við viljum frelsi, við viljum ekkert endilega binda okkur alltaf við einhverja fasteignir. Við viljum að hér sé öflugur, almennur leigumarkaður og hér séu þetta að kaupa eða leigja fyrir gifiði íbúðir á eðlilegu verði. Og ég held að það sé mjög mikilvægt að við tökum þetta. Af því ég held að þetta séu lokaorðið mín. Er það ekki rétt? Jú. Sko, við erum sammála því að það megi einfalda kerfið. Ertu að spyrja mig nákvæmlega hvort við séum tilbúin að fella eitthvað eitt niður eða eitthvað annað? Ég get ekki svarað því. Við erum ekki búin að taka neina formulega afstöðu til þess. Mér finnst bara svo gríðarlega mikið þegar við erum að tala um þetta. Við horfum á þetta í stóru myndinni. Þetta eru húsnæði, þetta eru laun og þetta eru samgöngur. Við verðum að taka samgöngunar inn í það. Við hefum getað haldið annan fund um það. Ég byrjaði ung sem yfirmaður öldrunarþjónustunnar í Reykjavík og gamall hjúkrunarfræðingur kenndi mér eitt. Hann sagði við mig, unga kona, það er eitt sem þú skalt muna, alltaf. Og svo raulaði hann fyrir mig vísustúf sem er svona: breyta og breyta, það er okkar trú, allt sem var áður, það er ekki nú. Og það er bara mantaran hérna. Áfram veginn, hættum þessari fortíðarhyggju. Takk fyrir. Já, þetta líkur upp á við höfum orðilega að koma að stað hérna rétt í lokin. Já, takk fyrir. Ég ætlaði bara að segja, ég vildi svara þessari beinu spurningu byggingarréttargjald. Við Alþýðufylkingin hefur ekki myndað sér skoðun á því hvort að það er að vera eða ekki og það væri óábyrgt að koma með einhverjar yfirlýsingar að óaðtögðu máli. Hins vegar held ég að ef að félagsleg fjármögnun á íbúðarhúsnæði kemist í gagnið, þá myndi muna allavega þrefalt meira um það heldur en að fella niður þetta byggingarréttargjald, þótt það sé greinilega mjög stór biti, vegna þess að fjármagnskostnaður í húsnæðiskostnaði er meira en helmingurinn og sem sagt með því að með félagslega reknu fjármálakerfi sem að tæki ekki vexti væri sem sagt hægt að lækka kostnaðinn þennan rúma helming. Líf, þú ert næst örstutt. Takk, örstutt. Húsnæðismarkaðurinn stendur ekki fellur með byggingarréttargjaldi eða tala um það. Við þurfum að eiga í yfirveguðu samtali við til dæmis verkalýðsforystuna varðandi óhagnaðardrifin leigumarkað. Þetta er það sem við þurfum að fá. Þetta er partur af því, þetta gjald. Ég veit það. Já. Og við höfum átt í því samtali, yfirveguðu samtali, annað en kannski hefur komið upp hérna á ýmsum tímum. En þannig veitum við líka hinum almenna leigumarkaði aðhald. Þórshafnarbúar, unga fólkið þeirra í Þórshöfn í Færeyjum var einfaldlega að flytja annað. Þannig að Þórshöfn tók sér til og byggði íbúðir fyrir ungt fólk og niðurgreiddi þær. Og það er það sem ég er að tala um að Reykjavíkurborg verði gerandi á þessu markaði. Við viljum leysa þessi mál, vitaskuld, og það skulum við gera í því samtali sem að þegar hefur verið hafið og halda áfram og gera meira af því. Hildur, þú varst búin að biðja um orðið. Já, ég vil nú bara vekja hérna aðeins athygli á því að þessi húsnæðisvanda hefur orðið til í tíð Dags B. Eggertssonar borgarstjóra og mér finnst ótrúlegt að hlusta á hann hér bera af sér allar sakir og taka enga ábyrgð og vísi sífellu á ríkið, og ég bið ykkur um að taka eftir því að alltaf þegar hann er spurður hvers vegna hlutirnir eru ekki í lagi, sama á hvaða sviðið er, hann bendir alltaf á ríkið. Ég ætla að svara spurningunni varðandi byggingarréttargjaldið. Ég kom aðeins inn á þetta hérna áðan en við vorum með blaðamannafund um nákvæmlega þetta efni í dag. Í dag er nærri helmingur þess kostnaður sem verður til við byggingu íbúðar, kostnaður sem kemur frá Reykjavíkurborg. Þetta er byggingarréttargjaldið. Þetta er kostnaður sem verður til vegna tafa og þetta er fjármagnskostnaður. Og við tölum um það í dag að við viljum minnka þennan kostnað um 20%.
Við leggjum sömuleiðis alfarið gegn innviðagjaldi. Þannig að þetta getur tekið nokkrar milljónir af hverri íbúð. Mér finnst líka alltaf að vekja athygli á því að það ekkert allir sem fullt af fólki getur hugsað sér að kaupa húsnæði án þess að kaupa bílastæði. Og í dag það þannig að eitt bílastæði í bílastæðakjallara kostar 6 milljónir króna. Þannig að það fullt af fólki sem getur hugsað sér að kaupa ódýrari íbúð án bílastæði. Þannig að það ýmislegt sem við getum gert til að draga hér úr húsnæðiskostnaði. Margar leiðir. Ólöf. Sko, mér langaði bara að benda á það, ég sitja í hnappi flokka, stelpudrifna flokka sem vilja berast fyrir jákvæðri framtíð og hætta að velta okkur upp úr einhverjum fortíðardraugum feðraveldisins. Við þurfum að hætta að rífast hvað var og við þurfum að fara að taka ákvörðun hvernig við ætlum að gera þetta til framtíðar. Og það bara fullt af frábærum konum hér sem eru tilbúin að vinna þetta saman og gera þetta almennilega. Hættum svo helvítist tuð. Það er ekki bara ákveðin Láta þetta vera lokaorðin. Já. Snorri, þú varst nú rétt áðan bara búin að svara þannig að heldur verðum bara að segja þetta gott. Því miður þá klukkan bara 7, við lofuðum að við myndum halda okkar innan þess tíma. Þannig að... ekki lokaorð fyrir okkur öll? Þetta var örugglega ágætt lokaorð fyrir ykkur öll, held ég bara. Já, þið verða að virða okkur það til vorkana. Þið eru mörg örstutt lokaorð, það alveg kortir 20 mínútur í viðbót. Ég held að þið hafið flest komið ykkar sjónarmiðum á framfæri. Að minnsta kosti fannst mér þið skýra stefnu ykkar flokka nokkuð vel. Við erum kannski eitthvað nær það, hvort að það sé vert að hlusta eftir ykkur í þessum málaflokkum og greiða atkvæði út frá því á laugardaginn. Takk innilega fyrir að koma og þakka ykkur fyrir að hlusta, bæði þið sem eru að hlusta á netinu og þið sem að mættu hingað. Takk fyrir.